Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall, fáum hingað gest til þess að segja frá sér og stundum oftast getum við speglað okkur aðeins í viðkomandi og hingað komin Linda Vilhjálmsdóttir, skáldkona. Já, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Þú ert fræg fyrir það að drepa orð, skera þau burtu og henda þeim. Já, ég myndi nú kannski ekki orða það þannig, sko. Nú. Ég er vel. Vel. Já. Þú horfir á orðið sem er eftir, ég er að horfa á orðið sem að... Þú horfir á þau sem fara. Já. Já, ég horfa á þau sem er eftir, sko. Já. En þú ert svolítið í því að skera burt. Já, ég var einmitt að tala um þetta, við vorum að tala um þetta í vikunni bara, einhverjar sem að skrifa. Já. Og tala um það sem er sko oft erfiðast í skrifum. Það er þegar maður er sko með einhver rosalega góða setningu eða hugmynd eða eitthvað og fer að skrifa út frá henni. Og síðan kemur í ljós að það sem að spinnst í kringum það. Að það er þannig að upphaflega hugmyndin passar ekki lengur inn. Og maður þarf að fórna henni. Og þetta hefur oft vafist mikið fyrir mér. Það er þegar neðamálsgreinin tekur yfir. Já, maður tímir ekki að henda þessu út af því að þetta var svo rosalega góð hugmynd, þetta var svo rosalega góð setning og er lengi að reyna að halda henni inni, en á endanum verður maður á fórninni. Þannig að það eru tvær lindur að deila, svo sem maður vill halda og svo sem maður vill fórna. Já, það sko, þær hafa alltaf verið til staðar. Ég er tvíburi. Mér dæmi gera tvíburi. En þetta er líka til í blaðamennsku. Þetta er það sem að mörgum er erfitt að það er búin að leggja ykkur að vinnu, safna ykkur saman og svo þarf það að ganga frá þessu og þannig að lesandinn geti haft gagn og gaman af. Og það fer ekki alveg saman sko skýrsla rannsakandans að þú þarf að koma í ykkur söguform og þetta reynist mörgum erfitt að fórna tímanum sem við varið í að búa eitthvað til. Já, einmitt. Ég kannski líti ekki á þetta sem tíma nema sko ég náttúrulega bara sé það í gegnum árin og áratíðina að þetta tefur vinnuna rosalega hjá mér. Að því ég er að hjakka í ég er að hjakka í ykkur sem að... En þetta gerir ljóðið þín? Já, þetta gerir ljóðið mín. Ég er að hjakka í ykkur sem ég langar til að verði en á í rauninni ekki séns. Og ég er kannski löngu búin að sjá það. Ástæðan þess að ég er að spyrja þessu er að ég var að hugsa á leiðinni hvernig ég ætti að tala við konu sem að drepa orð. Þá er það náttúrulega líklega þannig að þú ert hæfi í samtal. Þú ert ekki jafn spör og orðin í samtali. Þannig að þetta er annar heimur. Þetta er allt annar heimur. Ég tala við menn sem hafa verið svona útvarpsmenn Ævar Kjartason og Jón Ársæll Þórðarsson og fleira sem eru líka að skrifa og þá er ég svona að reyna að átta mig á þessu hvað þetta er ólíkur heimur. Samtalið og það sem þetta skrifa. Það er allt annar heimur sko. Já, þannig að þegar þú sest og ferð að yrkja þá er það bara sérstök veröld sem að tengist ekki okkar samtali hér. Hún getur alveg gert það en þú veist þá geti ég kannski endað í þú veist ef við förum að tala um eitthvað sem ég finnst þess virði að yrkja við komum inn á okkur á mjög merkilega hluti sem mér hafa ekki dottið í hug áður og þú kemur með einhverja brilljant setningu að þá geti ég sest niður en þú veist þá myndi klukkutíma samtal enda í 3 línum. Ég segi það nú ekki en kannski 8. 8 línum. Já. En hvað er þetta sem þú ert að reyna? Segjum þetta sé svona að við erum að tala saman og þú sérði einhverja hugmynd sem þú vilt elta. Hvað ert að reyna? Hvaða kjarni er þetta? Því að raunverulega er þetta eitthvað sem maður geti sagt að þetta er eitthvað sem er ekki til. Sem þú ert að reyna að forma og búa til.
Já, ég hef nú aldrei hugsað þetta svona. Mér finnst ég sko vera að reyna að segja ofsalega stóra og mikla sögu yfirleitt í mjög stuttu máli. Og ég veit ekki af hverju ég sæki í það. Það hefur einhvern veginn bara alveg fyllt mér frá upphafi, frá því ég byrjaði að skrifa, þá byrjaði ég á fæðum sem krakki og einhverjum svona rímum vísum. En þetta með að segja sem sagt svona stóra sögu í stuttu máli, sko ég held ég hafi bara fundið mig í því, þú veist, þar einhvern veginn liggja hæfileika mínir, þú veist, ég hef alveg skrifað annað, þú veist, ég hef skrifað prósa og ég get alveg skrifað prósa, en einhvern veginn finnst mér alltaf að það sæki í þetta sko ljóðræna form, það sækir í, þó ég sé að skrifa prósa þá er alltaf einhver hrynjandi, það er alltaf einhver hrynjandi í þessu og einhver svona taktur. Það þarf nú að vera, ég var nú eitthvað að lesa bara, ég tók upp tímarit Máls og menningar í gær og var að lesa svona búta og ljóð og þá er ég einmitt að tuða yfir því hvað fáir höfður umverulega svona hrynjanda í textanum sem. Þetta var, ég var svona bara að tuða eins og maður gerir stundum yfir sjónvarpinu eða fréttunum eða eitthvað. Ég var að tuða yfir ljóðum og var að kvarta yfir því að það vantaði svona, já, einmitt svona hrynjandi og þannig að maður fyndi fyrir ykkur og það er eitthvað sem togaði mann áfram í ljóðunum, sko. Þannig að mér finnst ekkert gaman að textan ef að sé eitthvað svona. Nei, mér finnst það að vera sko næstu skilyrði fyrir því að kalla textaljóð að það sé hrynjandi og taktur og það er kannski líka það sem að sko vefst fyrir mér þegar ég fer að skrifa lengra mál að halda taktinum. Nei, að leyfa flæðinu að taka yfir. Að vera ekki svona að velta mér rosalega mikið upp úr hver einustu setningu, þú veist. Þá kemst ég ekkert áfram. En nú ertu búin að yrkja svona áratugum saman. Já. Og heilin á þér hefur náttúrulega orðið skilyrtur, þannig að þegar þú ert að horfa og hlusta og fleira, þá er eitthvað svona kvörn inn í heilanum á þér sem er vel æfð í því að móta þetta. Sem er bara svona sérstök aðferð, ekki endilega við að lesa heiminn, heldur að svona endur mótan, eða hvað. Eða ertu með sérstaka sýn á hvernig þú sérð heiminn. Af því að mér finnst þú yrkir ég segi ekki allan áskotan. Ég held ég endurmótan, sko. Ég held að það sé alveg rétt skilið hjá þér. Ég tók eftir því, það voru svona einhver ár eða áratugur þar sem ég var að ferðast og var aldrei með myndavél með mér. Og allt í einu fannst mér það miklu, gefa mér einhvern veginn miklu meira heldur en að vera með myndavél. Af því að þá var ég leið að semja reynsluna og auðvitað geri ég það, þú veist, það er eitthvað sem ég geri bara jafnóðum, það er eitthvað sem að sko ég hef sennilega bara gert alveg frá því ég var krakki að ég bý til sögur úr reynslunni jafnóðum. Lesin merkingu, já, lesin merkingu sem að svona við amatör ljósmyndararnir náum ekki að gera við ljósmyndavélina. Þetta verður svona flatar skýrslur myndið undan okkar. En ef við skrifum þetta í texta, þá er þetta að skjóta inn merkingu inn í það sem við upplöfum. Já, einmitt. Ef við höldum pennanum. Já. Já. Sem er flókið. En mér finnst kannski, þú veist, þegar ég byrja þú veist, þegar eitthvað vekur áhuga minn á að reyna að yrkja það og ég sest niður og þá er það yfirleitt sko
ekki eitt ljóð, heldur ykkur bálkur sem ég er með í huga og þá það þannig að hérna merkingin, hún kemur fyrst. Og síðan hún kemur, en hvaðan kemur hún? Hvaðan kemur hún? Þú veist, þá er ég búin að hef ég fengið áhuga á okkur máli og hef sett það í einhvers konar sögu í hérna huga mér og einhvers konar hugmynd sem mig langar síðan að útfæra í ljóðabálk og þá er einhver merking á bakvið sem ég hérna ætla að koma til skila. Sem að breytist í meðferðum eða ekki? Hún breytist oft í meðförum og hún færi yfirleitt sko miklu víðara samhengi heldur en sko upphaflega hún er frjó og stækkar. Hún vex og stækkar. En þetta gæti hljómað eins og svona bara skiplu vinnubröð. Þannig að ég skoði eitthvað, hef ykkur áhuga vegna þess að það ykkur svona óræðni í því. Ég bý til tilgátu og rannsóknarspurningu og greini þetta svæði með þeirri leggja af stað með eitthvað tiltekna tilgátu. Þetta gæti verið félagsfræði rannsókn. Já, það gæti alveg verið það og það ykkur leyti, skilur við? Já. Það alveg ykkur leyti? En svo, þú veist, humkablin í síðustu ljóðabókinu minni sem kom út 1922 sem heitir sem 2022, ekki 1922. Ég fer stundum aftur meina öll. Það næst síðasta, því að síðasta svona ljóðmæli, svona allar bækurnar. Já. Eins og maður sá alltaf þegar maður var barn, sko, Grímur Thomsen og maður sá alltaf, sko, Þú segir eins og Egill Helgason sagði ég sagði ég hefði verið svo glöð að finna upp nafnið safnið en ekki ljóðasafn. Eða ljóðmæli. Já, þá sagði Egill einmitt eða ljóðmæli sem eitthvað svona ótrúlega gamaldags. Það voru í æsku minningunni þá verið alltaf svona fallega bækur. Já. Ég var ofta að lesa og handfjalla þetta, sko. Það því að þetta var einhvern veginn svona eins og eitthvað svona helgidóms að safna svo öllu saman. Já, einmitt. En þú ætlar að segja í næstsýstu bókinni að þá var kafli sem að... Já, sem að samsagt spinn út frá einni hugmyndum orðið og hvernig konur hafa nota orðið í gegnum tíðina. Og það var bara ein hugmynd sem að kom sem að samsagt ég heyrði viðtal við hana, hvað hét hún? Hún kom inga á bókmenntahátíð svart kona sem að skrifaði eins hugmyndasögu. Já, ég man ekki nafna henni núna. Rithöfundur, mjög þekkt, frá Nígeríu, býr í Bandaríkjunum. Og hún var að tala í viðtali að þetta atvik þegar Ursula von der Leyen kom að heimsækja Tyrklandsforseta með einum kalli, hún framkvæmdastjóri Evrópusambandsins og svo einhver annar kall sem fylgdi henni. Og það voru bara 2 stólar og þeir náttúrulega hlemmuðu sér báðir niður og hún stóð þarna eins og illa að gera hlutur. Og þessi rithöfundur, hún sagði, og hvað gerði konan? Þegar hún var allt í þessum aðstæðum. Þá sagði hún það eina sem hún gerði var það og hún sagði og svo fór hún og settist í sófa öðrum megin í herberginu. En ég semst að mér fannst þetta svo athyglisvert. Það merkingaþrungið moment. Já, og líka lítið orð. Lítið orð sem segir svo mikla sögu. Þú getur sagt sögu kvenna í gegnum aldirna, bara í gegnum þetta eitt. Já. Sem að þú gerðir. Sem ég semst að setti saman smá bálkun þetta. Þannig að þetta svona piff, það sem að þú sérð eitthvað. Já. Þannig eitthvað. Þannig eitthvað. En stundu sérð eitthvað og eldir eitthvað og það ekki, eða hvað? Jú, alveg. Og þá kemur að því að vera að henda orðum
þá kemur það að henda hugmyndum. Já, henda hugmyndum eða setja róni skúffu og taka upp setna. Já, geymar í bakhugin þegar maður segir það stundum, sko. Já, alveg slatt af svoleið, sko. Já, þetta hugsa eitthvað. Svo allt í einu kemur að því á annari stundu, þá verða allt öðruvísi. Já, það mjög gott oft að geyma þar. Það eins og við séum alltaf að horfa á heiminn á þess að almennilega sjá. Sjáum bara stundu svona smá rifu, gat, einhvern skilning. En oftast skiljum við ekki neitt, sko. Eða eru först bara í einhver jakki, gamalla hugmynda. Ófrjóri hugsun. Það rosa mikið til ófrjóri hugsun. Heiminum. Já, ég er svona, hinn seinna ár ég farin að sækja rosalega mikið í það að hugsa sem minnst. Að reyna að hafa bara svolítið á það þögn, sko. Og verða þá góður móttakandi, eða? Já, líka bara, þú veist. Eða meinar þau svona áriti af fréttum og... Já, ég sækja alltaf minna og minna í að hlusta á fréttir, sko, og sækja fréttir. Og þó ég sé að hlusta, þá tek ég meira eftir því ég sóna út miklu meira heldur en ég gerði áður. Kveiki svona hvoru þegar eitthvað vekur áhuga minn. En þetta er bara svona einu sinni þagnaði hausinn á mér aldrei. En núna er ég búin að læra að hafa hann hljóðan og þá finnst mér það svona svo eftirsóknarvert. Mér finnst það svo eftirsóknarvert að vera bara. Að vera ekki alltaf að pæla í ykkur, það bara, þú veist, ég þarf ekki að hafa skoðun. En það er samt, ertu að hugsa? Sennilega er ég að hugsa, en mér finnst það ekki afgerandi, þú veist, ég er ekki að hafa ykkur rosalega skoðanir á öllu. Ekki svona viðbröð við því. Það er ekki viðbröð. Ég fór einu svona í svona pílagrímagöngu eiginlega. Gekk frá heimili minni og bjóði í París. Gekk til Bordeaux þegar gáði hnén sig. Já. En þetta er eitthvað, ég man ekki hvað þetta er, 600 kilometrar. Og þá kom mér á óvart að ég held ég fara að hugsa Guð og æskuna og hitt og þetta. Gera upp eitthvað í hausnum. En það bara gerðist ekki, sko. Það er bara svona vitundin, hún bara tróst saman í svona 3 metra fram, meter til sikkur að hlýða og meter aftur. Nei, skrítið blóm. Það datt maður inn í svona, já, ég með svona árið að það var ekkert. Það er raunverulega ekkert sem sótti á mig, sko. Það var eiginlega uppgötun. Ég þurfti ekki, þú veist, ég þurfti ekki að greiða flækju einhverja. Kannski voru skilaboðin svona bara takk sængðin og gakk, sem maður má líka, sko. Maður má yfirgefa flækjunar. Já. En ég meina það hlýtur eitthvað að gerast á svona göngu því að það eru það margir sem sæki í þetta. Sem hefur verið bara háður þessu. Já. Og þetta er búið að gera náttúrulega öldum saman og málið var ekki endastæðurinn. Ég held að við fattið allir bara á öðrum degi að það sé. Þú ert ekki að fara að kissa eitthvað dyrling í lokin, sko. Gangan er lækningin, sko. Heyrðu, en þú ert skáld með þessa kvörn hana. Ertu búin að vera með hann alltaf eða? Það finnst þér að þú hafi alltaf verið með hana? Það er alltaf öðruvísi núna því þú ert búin að iðka hana. En fannst þér að þú værir, að því að sumilegt er þetta svona eins og vitni sem eru að horfa á heiminn, að reyna að greina hann, segja frá. Þetta er svona öðruvísi staða. Sko, mér finnst að ég horfa aftur og ég sem sagt uppgöta að mér skaman að skrifa og skálda þegar ég var krakki. Mér skaman að því þegar við fengum eitthvað svona frjálst efni í skóla og ég mátti skrifa ritgerðir eða eitthvað álíka. Og svo fór ég að yrkja semst eitthvað svona rímaða vísur. En sem barn þá? Já, sem barn. Og hvað hef ég að sjá þig bara 6 ára, 7 ára, 8 ára? Nei, það var svona meira þegar ég var kannski 9, 10, 11, 12. Og þá meira sé að við vinkonunnar sem vorum í saumaklúbb gáum út eitthvað svona blað sem fjölrituð
og þar var ég yrkikur á vísu, ég held að hann ekki komið út kannski 1 eða 2 eintök sko. En svo kom unglingsárin og þá einhvern veginn gerðist það við mig sem að gerst með rosalega margar stelpur. Ég misti trú á mér og fór að finna allt sem að myndi hindra mig í því að verða það sem ég langaði til að vera. Eina sem ég man eftir að mig hafa nokkuð tíma langað til að gera var að skrifa. En þarna semst á unglingsárum þá fannst mér allt vinna á móti mér, að ég var ekki nógu góð í málfræði, að ég var ekki nógu góð í vélritun og það bara, þú veist, það hlóðst upp einhvern veginn veggirnir eða múrarnir í því að ég gæti ekki gert það sem ég langaði til, þannig að ég einhvern veginn íttist bara frá mér. Og í og með þetta sko afleiðinga fullkomnar áráttu. Þú veist að allt sem ég gerði þurfti að vera svo rosalega fínt að það átti að vera 110% sko. Og þetta treysti ég mér ekkit endilega til þess. Annars væri það sönnun þess að þú værir ómöguleg. Já, einmitt. En þú segir eins og margar unglingastúlkur heldur að stúlkur séu frekar með þessa röddin í höfðun á sér og þessi ómögulegar og ég held að þessi rödd kveikni rosalega sterkt hjá flestum unglingsstelpum, eða flestum stelpum leið og fara inn í unglingsárin, hvenær sem það er. Og af hverju þessi rödd? Er leiðin hinum einn að verða konu, að það sé svo mikla kröfur á þig, að þú þetta verður svo fullkomin til þess að vera kona, að röddin í haustum á þig segir að þú ert ekki nógu sæt og þú ert ekki nógu skemmtileg og þú ert ekki nógu klár. Já, það er einhvern veginn sko þessi bara, það eru í mínum tilfelli sko, þá náttúrulega, þú veist, ég alveg upp á allt öðrum tímum heldur en núna. Þannig að sko fyrirmyndina voru ekkert til staðar. Þú veist, það voru ekkert margir kvenrithöfundar í sjálf sér og konur voru ekki framalega í þjóðfélaginu og maður var einhvern veginn ekki að sjá fyrir sér að maður maður var að taka sér eitthvað fyrir hendur sem að þú veist já, það voru einhvern veginn þessi störf sem að konur sótt í, sem voru fóstrur, hjúkkur og ég veit ekki, ég man ekki einu svona hjárgreiðslukonur og flugfreyjur og eitthvað svona sem að Afgreiðslukonur í búðum, já, skrifstofustúlkur, rítarar og eitthvað svona. Maður var svolítið hátt, konur voru orðnar svolítið háttsettar eða voru rítarar. Svo þetta vinni í fiski? Svo í fiski, sko, sem að var mjög típist og ég var náttúrulega að vinna í fiski frá því ég var 13 ára. En núna eru kannski, þú veist ekki endilega þessi tímar, það er stúlkur sem eru að alast upp núna og þær hafa alveg fyrirmyndir. Þeir tala þessa rödd, að þessu aldrei nógu góðar sko. Já, að þrátt fyrir það að þær hafi fyrirmyndir eins og, þú veist, 3 konur núna mynda ríkisstjórn og forsetinn er kona og biskupinn er kona. Lögreglustjórinn? Já, lögreglustjórinn, já, bara þetta telja þetta upp. Að þá er eins og bara þær fari inn í það að horfa einhvern veginn á það verður yfirgnæfandi að þær séu ekki nógu sætar og þær séu ekki nógu klárar og ég held að þetta sé sko ennþá held ég að þetta sé sem sagt leifar sem er ekki farnar út af því að það er feðraveldi sem hefur búið til menntakerfið til dæmis og bara kerfin sem við lifum í og í því að það passa strákanna miklu betur heldur en stelpunar. Sumir segja að núna passa strákanna bara enga veginn, þeir get ekki farið mentaveginn. Það sem er 3. háskólanema minni það sem eru strákar. Já, það held ég að snúa að því að þeir er ekki til í að leggja mikið á sig eins og stelpunar. Þeim finnst að þeir eigi að vera, geta allt fyrirhafnalaust.
En stelpunar hins vegar, sko, þær lendi í því að fara í þessa fullkomnar áráttu og ég til dæmis hef bara heyrt það frá fólki sem að kenna, til dæmis músík, að að ég man eftir píanókennara sem sagði sko að strákarnir mættu í tíma allan veturinn, og þá er ég að tala um unglinga, og þeir var ekkert búin að æfa sig og kynna ekkert þegar mættu og var bara eitthvað hissnir og eitthvað, já, afsaka sig og spila sig eitthvað stóra. Þóttu sig vera frábæra, þóttu já, ekkert undirbúið. Þó þeir hefðu ekkert æft sig heima eða nokkuð skapaðan hlut. En stelpunar að þær sem sagt var alltaf mjög samviskusamar, hefðu æft sig heima og staðið sig vel í tímum, síðan kemur prófin. Þá brilliður strákanir, en stelpunar fara í panik. Þú veist þannig að þetta kerfi er svolítið gert fyrir það að stelpunar toppi, að strákanir toppi á réttum tíma, en ekki stelpunar. Það passar þeim betur, þetta kerfi passar þeim betur heldur en okkur. Þetta stígveldiskerfi, það sem er alltaf einhver próf, það sem er alltaf einhver verðlaun, það sem einhver verður alltaf að vera bestur. Ég hef stundum hugsað strákana sem að mér finnst einhvern veginn verða eins og úlingar bara langt fram á 50-aldur sko. Það er svona kallakúltúrin er rosalega svona unglingsherbyggiskúltúr. Það er svona alltaf aldrei að fullnóta þessi menn. En þá sé ég þetta fyrir mér þannig að svona á minni kynslóð var það ennþá þannig að strákar gátu svona hlaupið á þessu hotnin eins og sagt var, eða bara sóað tíma sínum. Því að endanum þá kom bara eitthvað símtal og sagði herðu Smári, það vantar verkstjóra í frystihúsið og Þorlákshöfn, sko, ert þú ekki til að taka það? Þú hafðir ekkert í það. Það var endalaust tækifæri, sko, sem að stelpunar höfðu bara ekki. Nei. Þannig að það var endalaust hort á strákana sem að voru að sóa lífi sínu, það var hort á það hvað þeir voru þó góðir og það var fólk sá eftir hæfileikunum sem að voru að tapast. Þannig að við vorum svolítið með þessa stöðu. Ég gat til þeim slappað inn og orðið blaðamaður á hans að hafa neitt gert til þess. Ég held að ég hef aldrei fengið vinnu sem blaðamaður hefði ég komið inn sem stelpa, sko. Aldrei. Þannig það var, en núna sér mann þess að stráka og eins og séu bara fastir í úlingarbínu að því það hringir ekki í það og biður þeim með að verða verkstjórar í frystihúsinu á Þorlákshöfn eða Þórshöfn. Þannig að sá tími sé einhverlega leiti farin og þess vegna þeir bara í einhverju að horfa á enska boltan held ég og reykja gras og en sko ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér. Lífinu, sko. Ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér. Að ég held að þið séu ennþá sko að bíða eftir þessu. Með símtalinu. Já, þeir eru ennþá að bíða eftir símtalinu. Get ekki sagt sér við að fá það ekki. Já, og halda að það komi ykkur og bjóði þeim eitthvað rosa fínt og án þess að þeir hafi nokkuð lagt á sig að sýnt að þeir séu hæfi til þess. Það er kallakúltúrin. Já, það er kallakúltúrin. Það er íslenski kallakúltúrin. Og feður þeirra margir eru náttúrulega sko hafa gengið þennan veg. Þannig að ég veit ekki alveg hvað er svona haft fyrir þeim. Nei, en það er einhverja breytingar. Það er mikið af strákum sem eru svona bara lost og mikið af stelpum sem eru sko bara með þessa rödd sem grefur undan öryggið þeirra. Já, það held ég sko, það er eitthvað sem hefur verið sko alveg frá minni kynslóð og er bara viðvarandi og hefur ekki skánað. Ég held að það kannski versna líka hjá þeim. Þessi rödd. Þú sett aldrei nógu góð. Þú sett aldrei nógu góð. Að því í rauninni hafa kröfurnar bara aukist eftir því sem þær mennta sig meira. Eftir því sem það er alltaf verið að narra þér, sko. Já, það er linda mín. Nei, þú ert bara með lægri laun og svona að því að ef þú er mentar þig, þá myndu fá sömu laun og strákanir. Já. Svo fer þú að mentar þig. Já. Nei, linda mín, þetta er allt svoleiðis. Nei. Alltaf verið að narra konunnar í að gera eitthvað til þess að fá viðurkenningu til jafsveg kallana. Svo þeir eru búnir að ná þau sem þeir eru eftir að sækja, þá kemur alltaf eitthvað svona, Já, og svo, þú veist, þegar stéttir eins og kennarar núna, sem áður voru eina merkilegri
svona virðingaverðari stéttum í samfélaginu að þegar það er orðin kvennastétt að þá þurfa að berjast eins og ljón fyrir því að sko fá sömu laun og aðri sem eru jafn menntaðir út í samfélaginu. Við getum eiginlega ráðlagt ungum herramann í dag ekki fara inn í stétt þar sem að konunnar eru að flykkjast því að hún mun dunga. Farðu í einhverja stétta sem að eru bara kallanir. Og ég get nefnt eina stétt þegar Grímur Thomsen, ljóðmæli og svo marga bækur, allt kallar, innbundnar og skreittar kápur og eitthvað fleira. Svo voru konunnar yrkja. Og þá er þetta ekki, ég held að sé engin kona sem er þjóðskáld. Nei. Þið skemmtu þetta? Við skemmtum þetta. Hvenær skemmtum við þetta? Ég veit ekki. Þú veist hvað með konur eins og Huldu og Theodor Thoroddsen svona. Það er náttúrulega... Aldrei nefnda sem þjóðskáld. Nei, það er að yrkja þulur og eitthvað svona. En sko, ég kom með mynd í Davíðshús og var þar í einhverju svona residensi sem að bjóða upp á Akureyri fyrir nokkrum ári síðan. Og var þá uppi að þvælast og skoða svolítið dótið hans Davís. Og það var einmitt þetta að alls konar viðurkenningarskjöl frá, þú veist, landsstjórninni og bæjarstjórninni og hinum og þessum og skrautskrifað og fínir í sko. Bara þakklæti svottur fyrir það. Já, og bara þakklæti einmitt fyrir það að hafa fært þessi ljóð og þessa menningu. Ég veit ekki hvort að það var kannski meira ábyrjandi að því að hann var á Akureyri en Tómas var náttúrulega fekk styttu og... Svolítið hægri menninir gerðu úr Tómasi. Hann situr nú á bekk, rétt hjá Óla Thors og horfir yfir til Tóru Jensen. Styttunar í bænum eru nú alveg sér veröld svona tengist af sjálfstæðisflokknum. Það er ef þú vilt vera stytta þá þetta gangi sjálfstæðisflokkin. Þú verður ekki stytta á því að vera einhver allaballi. Nei. Það er kannski hálfstytta eins og Héðinn Valdimarsson. Farði ekki fætur. En svo sér maður líka sko, þetta ljóðið var einhvern veginn svona hæst skrifaða bókmenntaformið á þessum tíma, Davíðs tíma og Tómasar. Já, það var bara eins og óperan okkar. Já. Og það er það... sjálfsmyndina okkar. Það er það sem leita ennþá, þú veist, í Evrópu til dæmis. Og og bara annars þar í hinum vestræna heimi. Svo ekki sé talað þú veist, annan heim eins og arabíska heimin. Þegar ég var að ferðast með Jóhannu Kristjáns í Arabalöndunum, að þá kynntum alltaf sem ljóðskáld og það fór allir að hneigja sig og beygja, sko. Því það þótti mjög virðingavert að vera skáld, ljóðskáld. Það var hér. Ég veit ekki hvenær það hætti. Nei, nú þykir miklu merkilega að skrifa skáldsögur. Þú ert ekki alveg rithöfundur í rauninni fyrir sem við hefum gefið út skáldsögur. Og þegar líður á ferilina þá neyjistu til þess að skrifa sögulega skáldsögur sem er kannski svona formið í dag, eða krimi. Já. En mér langar að stoppa þarna við þjóðskáldin. Já. Og svo fara konur að yrkja. Og við erum með þessi uppblásnu þessa snillinga eins og Davíð og Tómas og ég tala ekki Jónas. Mattias. Já. Og Steinar og nær okkur í tíma. Já. Svo erum við náttúrulega með atómskáldin sem er svona einhver leyti svona eins og pólitísk hreyfing skiptir miklu máli svona sjálfsmynd Íslendinga, skiptir held ég okkar kynslóð máli að þeir hafa verið undan svona hugmyndina Ísland sem borgarsamfélag. Já, einmitt. Og margir þeir eru kannski ekki þjóðskáld en þeir fengu svona, þetta voru svona dularfullir hugar, það var svona ára í kringu þá. Já. Er þetta minna núna? Er það þannig að konur geta ekki verið snillingar?
Við höfum hellinga listamennum sem eru konur í Íslandi. Kannski Björk snillingur. Af því að fræðin komaði utan. Já, ég ég held að það sé alveg rétt hjá að konur eru yfirleitt ekki sagðar vera snillingar. Þetta ekki orð sem notað konur. Þetta bara karlmanns frakki. Konur getur ekki farið í þennan frakka. Nei. En það eru yngri konur og til dæmis frænka mín, Vera Wonder, sem ég töluvert unni með og hún í kvikmyndagerð og þær leika sér að því að kalla hvora aðra meistara og snillinga og gera það svona í gríni. Og það er náttúrulega eitthvað sem svona bara vera að hæðast að kallkyninu sem að má valla reka við án þess að vera orðin meistari eða snillingur, sko. En það, það er næstu því það sama, sko, og það sem varst að tala verkstjórun og Þorlákshöfn. Að það þarf ekkit rosalega mikið endilega til þess að sé fara að kalla þá meistara eða snillinga. Ég er búin að vera hlusta á auglýsingar svolítið núna, bara í kringum jólabókaflóðið og þar er svolítið mikið talað í efstastigi. Aðallega kallmenn held ég. Ég hef ekki alveg greint það en það er svolítið hinn mikli ráðgátu meistari. Verðlauna höfundur. Meistari fléttunar. Gæti verið sagt issu. Ég veit ekki lesa bækuna en ég veit ekki það. Já, kannski hefur það verið sagt issu. Já. Aftan á tímariti Máls og menningar sem ég var að vitna í áðan var auglýsing nýja bók Kristínar Ómarsdóttur. Já. Og þá var orðalagið einhvern veginn svona orðagaldur. Já. Kannski fá konur það. Eins og svona völvur sem eru... Völvur eða nornir eða eitthvað svo leys. Gæti verið talað svoleiðis um þig eða Gerði Kristný og Kristínu Ómars. Eins og þau væru völvur með galdra. Já, kraftaskáld. Já, kraftaskáld. Já. En það ykkur er ekki búið að vera snillingur. Það er bara kalladjóp. Og kannski, og ég er ekki að segja það þannig að þið standi ekki undir því, en ég er bara að velta fyrir svo er þetta náttúrulega einhver leit, þú segir þetta síðan auglýsingunum í dag, en ég tengi þetta svona eins og það hafi farið að fjara undan þessu svona 1970 eða eitthvað. Já, það er kannski ekki endilega, myndi ekki segja snillingu kannski í sjónvarpsauglýsingum. En orðalagið sem er nota núna í efstastigi, að það jafnast á við snilling fyrir 10, 20, 30 árum. Þetta lá svolítið á svona listafólki miðjöldina og upp á miðjöldinni. Þá var svona mikil snillingatrú. Og margir gátu náttúrulega ekki fyllt upp í það. Ekki það væri ekki snillingar, þetta er hugmyndin svolítið klikkuð, sko. Og þetta er svona drikkfæld kynnsla. Já, það kom eiginlega, snillingur og bóhem og eitthvað svona, sko. Það er ekki góð blanda. Nei. Ég held, fyrst eru snillingarnir sem eru, Davíð og Tómas og þessir og einhverju málarar og Kjarval og eitthvað svona. Og síðan kemur eiginlega kynslóðuna eftir sem er líka snillingar en verður eiginlega bóhem líka. Sem er þessi tilraun að því að búa til svona borgarlíf. Já, svona flóki og Símona bar á naustinu og Laugavör 11. Já, og svo taka listaskáldum vondu við sem er eiginlega hversdagslegra fólk í háttum. Já, einmitt. En sem er eiginlega listaskáldum vondu eru svona síðasta vígi ljóðskáldana. Að þau þyki merkileg. Finnst mér. Finnst þið það? Já, minnst það. Eftir þau að þá einhvern veginn þá fjarar þetta út og skálsagan verður miklu merkilegri.
Og ég man nú bara eftir því þegar ég var að byrja að birta mín ljóða, þá var náttúrulega líka sko rosalega mikil ljóðabóka útgáfa sem var sjálfsútgáfa. Og það var Sigurjón í letri sem að prentaði fyrir alla sem vildu. Og kannski hefur ljóði einhvern veginn mist tiltrú á þeim tíma, ég veit það ekki. Það var svona með svona kaldaðin á þessum tíma að það var svo þröskuldurinn að það ekki út ljóðabók, eiginlega hvarf, það gáttu allir gert það. Já. Og þá kom í ljós að það vildi ekki lesa. Það var svona, ég manna þessum tíma, að það var svo mikið sko. Já, það var svo mikið og allir að selja bara allir að skrifa, en kannski ekki margir að lesa sko. Til þess að halda upp einhverjum kúltúr, að þá þarf það að hafa lesendur. Þú ert að hafa sal í leikhúsinu, það þarf að vera einhver í salnum. Þú getur ekki ort fyrir engan. Eða hvað? Já, sko, fyrst þegar ég var að byrja hafði ég svolítið á tilfinningunni að maður væri meira og minna yrkja fyrir engan, sko. Ég náttúrulega fékk strax inni í lesbók Morgunblaðsins og síðan í tímariti Máls og menningar. Og svo var maðurinn minn var nú einmitt að benda mér á það í vikunni að hann er ofta að lesa yfir sko alls konar texta fyrir listasöfnin. Og hann var að segja sko alltaf þegar verið að tala söguna og síðustu áratugina í list á Íslandi að þá er alltaf minnst á Gullströndina sem eitthvað svona breakthrough. Og ég var með í því, ég var með í Gullströndinni. Og kannski þú veist sprettur upp úr því. Sprettar svona hlutur eins og besti vinur ljóðsins og eitthvað svona að fara að halda upplestra út allan bæ. Og það var kannski svona tilraun til þess að sko ná hlustun eftir að ljóði hafi verið afskrifað. Hvenær þá á milli listaskáldin góðu? Já. Það vondu? Já. Og Gullströndin, þetta er nú ekki langur tími? Nei, þetta er ekki langur tími. Ekki 15 árin? Nei. Ekki dó ljóðið þarna? Nei, já, það dó ekki. Það var aldrei eins mikið gefið út. Einar Már með sína metsölubækur þarna í kringum 80-78. Já, en hann er að gefa þetta út sjálfur til að byrja með. Og selja sjálfur. Metsölu. Og fleiri sem alveg er að verða til á þessu tíma, en það er líka rosalega mikil útgáfa. Sjálfsútgáfa. Og sem að kannski fletur þetta út af einhvern leik. Medúsa, verður það ekki bara 1980 upp á því? Jú. Upp í Breiðholti? Jú, en það var náttúrulega rosalega mikið jaðar eitthvað. Það er samt svolítið lifandi, maður horfði á tíma. Já. Og ég er að hugsa þegar þú ert að segja þetta, þannig með Gullströndina, af því að ég hef verið að velta fyrir mig svona undanfarið okkar tíma að þú veist, einhvern tímann hefur þetta verið kallað sko svona eins og counterculture eða eitthvað, það sé eitthvað svæði í samfélaginu þar sem að þú getur farið þótt þú hafnir sko við getum sagt kapitalismannum eða markastrifnu listum eða meginströmmnum eða hvað þú vilt kalla þetta alls saman. Þá finnst mér eins og þetta svæði þar sem þú getur verið á og sem að fólk, þú veist, ofta er þannig að fólk bara klæðir sig öðruvísi og talar öðruvísi og er bara með öðruvísi gildismata því það er að hafna gildismati samfélagsins. Mér finnst þessi sko ángi kannski að sé ég hann ekki því ég er svo gamall en ég tala líka við yngra fólk. Mér er svona tilfylgjum að þessi sé bara veikari núna heldur en það hefur bara verið mína daga sko. Já, ég held að það geta alveg verið rétt. Að því leiti að sko markaðsöflun er alltaf búin að taka allt yfir leið og kviknar. Bara alveg í kvelli. Já. Og þú veist, það sem að er kannski, þú veist, að kvikna, er það ekki að kvikna á samfélagsmiðlum þá? Þú veist, þannig að þú veist, það er kannski ekki fólk sem kemur saman í eigin persónu. Sem að þarf kannski. Ég held að það þurfi til eitthvað svona. Það er miklu meira power í því, sko. Heldur að við séum bara í ritmáli eitthvað að kasta á milli okkar sem er náttúrulega takmarkuð tjáningaform eins og þú veist. Ritmálið er rosalega erfitt
Mér finnst rosalega erfitt að vera að tala við fólk, þú veist, í textaskilboðum. Mér finnst það bara, þú veist, ég vil helst komast hjá því. Já. En það eru rosalega margir sem sækja í það nú orðið, að vera bara í samskipti þannig. En það er rosalega erfiður tjáningamáti og textin er að því hann er svo lítill hluti af tjáningu okkar, orðin, með allri virðingu fyrir þeim. Þá til dæmis ef við verum að hittast og verum að tala svona council culture og hvort að við hefðum þrek og kjarki í því að búa til einhvern vettvanga sem að listamenn getur verið að sína sjálfur eða að lesa sjálfur einhvern svæði þar sem við værum ekki háði að vera, þú veist, hver þetta selja þetta og hvernig við ættum að hafa einhvern veginn kúltúru þannig að fólk var ekki bara bíðan í smá stund, þá verður það verið uppgötuð af einhverju öðru og ef við segjum við verum að tala um það. Þá myndu orðin ekki skipta megi máli í því. Heldur væri við að drekka skilning á því hversu mikið þú þráðir þetta, hvort að þú hefðir kjarkin í að gera þetta, hvort þú væri með einhver sárindi af að hafa reynt þetta en ekki gert þetta. Þannig það er svo gríðarlega margt sem að við lesum út úr hvort öðru ef að við erum í samtali. Sem að textaskilabóðin, SMS-ið, er bara 4% kannski. Og ef þú ætlar að yrkja inn í SMS, það þarf eiginlega að vera snillingur til þess að ná öllu hinu, 96% inni í SMS-ið. Já, að því SMS er ekki ljóð. Sem er ekki hægt og þess vegna syns að fólk að tala saman linnulaust í á þessu 4% og er alveg hissa á því að kemur ekki út úr þessu. Já, og fyrir utan það þá hlýtur þetta líka að fletja út hugsununa. Já, því að þú verður að fara þangað. Já. Þannig að það sem ekki rúmast þarna, þú bara gleymir því. Já. Og endanum ertu bara orðin í svona samskipti með fólk. Og ferð að hugsa á þeim nótum að því þú veist hvað kemur fyrst. Maður veit aldrei hvað kemur fyrst. Er það orðið eða er það hugsun, þú veist. Mér finnst oft orðræðan eða mér finnst sérstaklega bara verða alltaf meira og meira það að orðræðan stjórni hugsun. Já. Því miður held ég að segja saman þessu. Já, það er ekkert skemmtilegt að viðurkenna það eða sjá það að heimurinn er meira minn orðin þannig. Það er eins og við séum þá bara búin að klúðra kúltúrum okkar yfir því að sé ekki rúm fyrir sköpun og leik og í samskiptum. Ég held að það bara sé að mörguleiti staðreind og þú veist, þetta er ekki bara þetta er náttúrulega þetta er annars vegar er þetta tæknin og hins vegar er þetta líka einstaklingshyggjan og svo er þetta markaðurinn. Markaðssamfélagið að þú veist mann finnst líka þú veist mér hef fundist skrítið að sjá ungt fólk sem að byrja með einhvers konar svona uppreisnaranda að því ungt fólk hlýtur alltaf að byrja þar það hlýtur alltaf að ef það hefur eitthvað að segja það liggur eitthvað á því. Já, hluta til að líka það verður að komast fyrir þannig að það verður að reka olbúana í eitthvað til þess að búa sér því svæði. Já. Þannig að einhver leit er þetta líka svona dýrslegt. Já, einmitt. En það sem ég finnst svo erfitt að horfa upp á er það að markarinn búin að gleypa fólki strax og það er einhvern veginn eins og það sé bara ásættanlegt að í rauninni sér það eftirsóknarvert orðið að komast inn á markaðinn og verða bara, þú veist, einhvern veginn þannig að þú getur grætt sem mest á markaðsaflunum og listin verður þá miðuð við það að hún falli sem best að markaðsaflunum. Það lítur þá að vera okkur að kenna að það sé ekki þetta svæði í samfélaginu. Og þetta, ég held að það sé bara djúpt svona menningarlegt, ég kannski, maður getur tekið svona kjánaleg dæmi, einhvern tímann var ég á Hamborgarstað með dóttur minni, ég held að það verið svona 2004
Það kom einhverju menn sem voru svolítið í skál og svona sem að fara að abbast upp á mann og eitthvað svona. Allt í lagi. Svo segir, hérna, við erum að fara hérna í partí, hérna, vill ekki koma með? Nei, það verður hana allir úr Kaupþing. Og ég veist að byrju, hvenær gerðist það að bankafólk og endurskotur var eftir svo það verður í partí? Ég bara mista þeim kafla, sko. Það sem ég er að meina er að, sko, það voru svona hópar þar sem maður var bara, sko, virðingavert að vera þóttu væri ekkert ríkur eða eitthvað. En þegar það er orðið eini mælikvarðin er eiginlega, sko, peningar, að þá situr náttúrulega uppi með því að vera að tígna eitthvað Bezos eða Elon Musk sem að, þú veist, þegar ég var allast upp, þóttu bara ekkert spennandi menn, sko. Það þóttu spennandi með Dag Sigur og svona spennandi sem að, þú veist, var með rifið raskat, sko. Og alls konar fólk, sko, sem að hafði unnið til eitthvað svona bara á fjölbreytilegan hátt, sko. Það var ekki bara þetta, bara þessi einn mælikvarði sem er success og peningar. Já. Það er einhvern veginn orðin algildur mælikvarði núna, sko. Það er einhvern veginn ekkert merkilegt nema það hjá ungu fólki. Þú veist, það blasir einhvern veginn þannig við manni. Þú veist, ég ætla ekki að alhæfa endilega. En þú veist, ég kom til dæmis í gær, þá kom ég í hús út í Vatnsmýri sem heitir Gróska og var að koma þangað í fyrsta skipti og mér skildist þetta var eitthvað svona nýsköpun og alls konar fólk sem er að koma ykkur nýju á lakkirnar og er að það sem kom mér svo óvart, það var eitthvað svona boð í andirinu, eitthvað svona jólaklögg og eitthvað svona, já, eitthvað litla snittur og smart. Það sem að, sko, ég sá bara var eiginlega allt, sko, viðskiptafólkið í viðskiptafötunum sínum og talaði viðskiptamálið og þú veist, ég hefði ekki búist einhvern veginn við því. Ég bjóst einhvern veginn við því að fólk væri þannig, þú veist, að koma undir sig fótunum og væri ekki í einhverjum Boss jakkafötum og fínasta dressinu. En þetta er einhvern veginn að fólk á aldrinum, þú veist, já, 20 til 50 ára, það er einhvern veginn alveg í þessu fólki sem kom til vits og ára kerfi, fast í þessu kerfi. Fólki sem kom til vits og ára í nýfrjálshyggjunni sem að man ekki aftur fyrir hana. Einmitt. Nei, það er ekkert vera fólk en maður bara verður oft varfið það í, sko, samskiptum að maður þarf að taka tillit til þess að það er svona ýmis svona hugtök sem að maður notar sem að þau hafa ekki minningu okkar heldur bara hvernig hefur verið fjallað það á tímum nýfrjálshyggjunnar. Já, og þú veist, og sömulegis er margt þar sem að ég skil ekki. En svo er náttúrulega hellinga unga fólki sem að sér í gegnum þetta. Við erum til dæmis með sýningarými í gluggagalleri í Bólholtinu sem fjallar þetta. Nú er sýningin Sellout sem fjallar sko Sellout listamanna. Já, ég heyrði mitt viðtal við þau sem að standa fyrir því núna. Þau halda utan þetta. Fólk sem er vel meðvitað þetta. Ég menna eins og var Lóa Hjálmdísdóttir og vorum bara að spjalla hitt og þetta og þá sagði hún að hún hefði valið það að fara yfir í teiknimyndasögur eða teiknimyndir af því það væri, sko, það voru laus við þetta, hún er ekki tökvölduð og fekk bara yfir í friði fyrir þessum svona kommersialisma, sko, sem að væri í myndlistinni, þannig að hún valdi sér, sko, svæði sem væri svona næstu eins og ómerkilegt til þess að fá að vera í friði, þannig að kannski byrjist þetta upp aftur. Herðu, þú sagðir áðan að ég var að spyrja fyrir hvern yrkjamaður og Tómas Hall það er náttúrulega ekki þannig alltaf ég efast að ef þú ert að yrkja og það er ekki í salnum þá ertu einhvern veginn að yrkja fyrir eitthvað í þér. Ég sagði það í gamla daga þegar ég var ritstjóri og komu ungi blaðamenn og þá sagði ég að það er best að skrifa til sjálfsins þegar maður er 12 ára. Þegar maður er komin bara með þá greind sem maður þarf að lifa með ævina en enga fyrirfram þekkingu. Og þetta er góð viðmælandi fyrir blaðamann að tala að þá ertu ekki að fara að hlaða inn einhverjum svona hugtökum sem ég gerir ráð fyrir því að lesandi viti og flera en þú veist eins og að líka þessi 12 ára, hann getur skilja allt, sko.
alveg svo þegar þú varst 12 ára. Þannig þetta er góður svona viðmælandi. Þegar þú ert að yrkja og segir að það sé enginn í salnum, er ekki einhver linda þarna inni sem að þú ert að tala við? Jú, hún hefur örugglega verið í upphafi sko. Og kannski lengi fram eftir. En svo þurfti ég á einhverjum tímapunkti á ferlinum að þá þurfti ég einhvern veginn að réttlæta fyrir mér að halda áfram að yrkja ljóð, til dæmis að fara ekki að skrifa skáldsögur eða einhvern veginn neyða mig í einhver form sem að henda mér ekki eins vel. Eins og skáldum er ríkt út í. Já. 2 ljóðabækur og svo beðið prósa. Einmitt. Að þá fann ég mér þá réttlætingu að ég sem sagt kæmi úr öðrum kreðsum heldur en flesti þeir sem að væru að skrifa. Að ég hefði sérstöðu sem að og rödd sem að var að segja eitthvað annað heldur en margir aðrir og svo framalega sem ég tækist að halda mig við það sem að mér finnst skipta máli að þá væri það rödd sem að ætti og þyrfti að heyrast. Og ég hef einhvern veginn bara, ég gríp í þetta þegar mér finnst ég ekki vera að gera neitt merkilegt. Þá minni ég mig á þetta aftur og aftur. En þú veist, ég veit alveg ég hef lesendur sko. Og marga trygga lesendur. Og núna eftir að safnið kom út til dæmis sem að mér er mjög gaman að þetta er fyrsta skipt sem mér finnst mjög gaman að sé að koma út bók eftir mig. Mér hefur oft finnst bara leiðilegt að standa í þessu jólabókaflóði og vera að lesa upp og svona og hefur aldrei einhvern veginn slappa almennilega af í því. En núna er ég alveg slök og mér finnst mjög gaman að lesa upp úr bókinni að því að þetta er svo mikið úrval. Ég get valið svo mikið sko. Get alveg farið á milli bóka. Að þá er ég líka að heyra það til dæmis að að það eru þessi sko krakkar sem eru að koma úr ritlistanáminu upp í háskóla sko og þau eru að lesa ljóð eftir mig og þau hafa verið að segja mér til dæmis að þegar bókin mín Frelsi kom út 2015 að þá hafði þau uppgötað mig. Þá fór ég fyrst yfir í svona verulega pólitísk ljóð og og það var eiginlega líka í kringum það sem að mér fannst ég sko einhvern veginn ná í gegn á einhvern hátt þannig að ég væri viðurkennd og það væri einhvern veginn fara að bíða eftir bókum eftir mig. Það var reyndar alveg frá upphafi. Einhverjir sem voru að bíða eftir bókum eftir mig sko. Áttu við þá að þú hafi verið svona jaðarmanneskja í bókmennaheiminum en eftir Frelsi að þá hafi verið svona viðurkennd sem hilla í kanónunni. Já, ég er ekki að segja ég hafi endilega verið ykkur jaðarmanneskja en ég held að ég hafi kannski upplifað mig þannig. En þú veist, það verið eitthvað svona einhver ljóðaunnendur sem að höfðu alltaf einhver trú á mér. Meiri trú á mér heldur en ég sjálf. Já. Þá förum við aftur. Ég hef spurt þetta sem ég er í svona félagsfræðilegri rannsókn. Ég hef spurt fólk að segja mér frá því þegar mann fyrst eftir sér. Já. Já, það er ekkert sérlega skemmtileg minning mín fyrsta. Ég man fyrst eftir mér og það getur sko, ég veit að það er ég sem man það því að það hefur enginn getað sagt mér þetta en kannski hef ég búið það til en þá hef ég líka farið að semja sögur ofsalega snemma. Ég á systir sem er 2 árum yngri en ég eða réttar sagt hún er 1,5 ára yngri en ég og þegar hún var
bara á fyrstu mánuðinum að þá sváfum við saman í herbergi á mamma og pappa. Hún í vöggu en ég í einhverju svona rúmi og áttum að fara að sofa saman á kvöldin og hún fékk pela en ekki ég. Og ég var náttúrulega ekki sátt við það. Það var ýmislegt að mér. Ég hafði legið lengi á barnaspítala í frumbensku og var með alls konar kvilla. Ég var með brunnar tennur og fékk allar pestir. Og svo var ég líka með eitthvað plattfót og þurfti að sofa í einhverjum spelkum og þetta var allt voðalega erfitt. Og hún samsagt fekk pela og ekki ég og mér fannst það ofsalega ósanngjarnt og ég man eftir því að ég var að stela af henni pilun. Þegar hún lá og var að drekka pelan og sofnaði svona út frá því. Og ég stal pelanum og kannski var ekkit endilega, hafði ekki vitað því að bíða þannig til hún var sofnuð, heldur fór ég bara á reifan á henni. Og þá fór hún að öskra. Og ég náttúrulega flýtti mér að skila pelunum tilbaka og mamma kom inn og hún skildi ekkert í því okkur barnið lét svona. Hvers konar óhemjugangur þetta væri. En ég var hins vegar mjög vön því að vera kölluð óhemja því það var alltaf svo mikið að mér. Þannig að mér fannst einhver hluta vegna og fannst mér gott að hún hefði líka á sér eitthvað verra orð heldur en bara ég. Ég man eftir að hafa gert þetta nokkru sinnum og ég hef verið innan við 2 ára líklega. Og þið veist þetta ekki góð hegðun? Gæta litlu systur. Það sem ég finnst skríti í þessu að svona og fylgdi mér svolítið síðan í sambandi við hana, systur mína, er það að vera afbrýðsum. Að mér finnist allir vera miklu betri við hana og heldur við mig. Var samkeppni ykkar systranna ástforeldrana? Hún náttúrulega á þessum árum hún ekki dýna inn í samkeppni því hún bara svona lítil og sæt En ég strax þá byrjuði ég þessar samkeppni og þú veist það eru fleiri atvik sem ég man mjög sterkt úr barnæskunni að því ég náttúrulega var skömmuð fyrir þau. Þar sem ég einhvern veginn að gera eitthvað gagnvart henni, eitthvað vont. Ég beit hana í magan einhvern tímann þegar mamma var, hún lá einhvers staðar á gólfi og mamma var að fara að klæða hana því hún var að fara með henni í ungbarnaskoðun og ég beit hana í magan þannig að það var bitfar sem að mamma var skömmuð fyrir síðan í ungbarnaskoðuninni og þetta var náttúrulega bara að tala þetta alla mína æsku. Þú veist hvað ég hef... hvað ég hef verið ómöguleg. Þið ekki 3 systurnar? Jú, við erum 3. Og hvað þú í rauninni? Ég elst. Og síðan hún 1,5 ári yngri og síðan ég systir sem 4 árum yngri. Og svo man ég líka eftir því að þegar hún var eitthvað svona 2-3 ára að þá hún var svona frekar feitlægin með bústnar kinnar og hún var með ljóst englahár og ég var með eitthvað svona músabrúnt hár og brunnar tennur og ekkert litla ljót að þá setti ég hann upp á stól og klippti af henni hárið þannig að þú veist þetta einhvern veginn minninga mín úr æsku svona þegar ég svona mjög ung Þetta svona persóna í svona barnabókum sem væri ekki endur gefnar út í dag af því að persóna væri svo háskaleg. Já, en þú veist mér leið greinlega ekkert vel. Hvað heldur það sé? Ég held að verið bara þessi ótti við höfnun eftir að hafa verið hann á barnaspítalunum. Annað sem að ég spyr fólk í þessari félagsfræðilegu rannsókn það upplifðurðu að þú væri velkomin og elskuð svo barn? Ég upplifði, ég var alltaf hrædd að missa mömmu og pappa. Pappi var sjómaður og verða einhvern veginn út undan eftir því sem að fleiri börn bættust við. Og að ég þyrfti að hafa ofsalega mikið fyrir því að vera elskuð.
Og og þetta einangrunin sem þú verður þegar þú sett á spítala, lástu þar lengi eða? Ég lá þar í ykkur vikur og Og þá var það ekki þannig að foreldrarnir lægju bara upp í hjá manni? Nei, þú veist, ég var 7 mánaða eða 8 mánaða og mamma mátti fyrst heimsækja mig einu sinni í viku og svo grenjaði ég vist svo mikið þegar hún fór að henni var algjörlega bannað að heimsækja mig. Og ég lærði að hugga mig sjálf hana, segja sálfræðingar núna og svo var ég sem sagt útskrifuð löngu áður en tíminn var komin, ég var ennþá með eitthvað dren í hálsinum sem að mamma þurfti að fara með mig upp á spítal 2 eða 3 í viku til að tæma að því að ég var algjörlega óviðráðanlega þeirra sögn. Og þetta einhvern veginn... Á spítalanum, þú varst útskrifuð á spítalanum að þið vildi ekki hafa þig. Að þið vildi ekki hafa mig, að því ég var algjörlega óviðráðanleg. Og þetta einhvern veginn fylgdi mér á æskum. Mamma var alveg á því að ég væri ofsalega erfitt barn og talaði mikið það. En það engin vand að vera með svona aulað-sálfræði í þessari sögu að þetta hefði bara algjörlega markaði að vera svona aðskilin frá móðuðinni. Já. Og allt sem að þú upplifir kakvað systkini þínum og stöðuðin í fjölskyldunni sé bara sprottið þessu. Að þú sért ekki í barnshjartanu þá vinnur ekki úr þessu eða getur ekki fyrirgefið þetta eða finnst þú... Þetta er bara áfall, skiljum. Algjört. Þetta er bara áfall sem að fylgja mér og byggir upp ofsalega varnarveggi gagnvart öllu og öllum. Og markaði langt fram eftir aldri og enn. Kannski. Nei, mér finnst það nú að ég hafa komist yfir þetta á síðustu áratugum. En langt fram eftir öllum fullorðinsárum? Já, mér finnst þetta alveg, sko ég fer fyrst að vinna í alvöru í þessu að skilja þetta og reyna að ráða við þetta þegar ég er orðin edrú og í rauninni það árið 2000. Og þú drekkur líklega onni í þetta? Ég drekk onni í þetta til þess að þakka raddirnar í hausnum á mér sem segja mér að ég sé ekki nógu góð. Og síðan hætti ég að drekka árið 2000 og í rauninni finnst mér ég ekki almennilega að fara að vinna úr þessu fyrir en ég lendi í þunglindi eftir að hafa verið edrú í 7-8 ár. Lendi í alvarlegu þunglindi. Heldur það tengist að þú varst með notaðir áfengi í svona cell medication til þess að slæfa þig eða eitthvað sliðis og það er tekið frá þér og svo líður tíminn og þá dunkar af því að... Já, ég held það. Sko, þunglindi kemur þegar ég hætti að reykja. Ég réði við þetta fram á þeim tíma með reykingum. Þegar þið tekið að þér pelin, snuðið. Já. Þetta er Mér var erfiðara að hætta að reykja heldur en að hætta að drekka. Já, ég kann ekki að meta það. Ég hætti hvort ekki, en ég kann ekki að meta það. Og sömuleyti ég geti tekið undir þetta, sko. Já, sko, mér fannst, þú veist, það var svo mikill feginleiki að losna við, sko, áfengi, sko. Já, það var líka í mínu tilfelli. En, þú veist, það var bara virkilega erfitt að hætta að reykja að því að þú veist að það var einhvern veginn lækningin við öllu þú veist, ég stressaði mig og fekk ég með síkartu og ég var glöð þá fekk ég með síkartu mér gekk vel og fekk ég með síkartu mér gekk illa, ég fekk með síkartu. Reyktur þú með að yrkja? Já, þá alveg bara stramp reykti ég. Ég man að þegar ég var blaðamaður og reykja sko, þá horfði maður stundum á síkartuna þar sem hann hafði brunnið upp í öskubakkanum. Já, ég horfði mitt og manni minn gera það, hann var líka blaðamaður. Stundum varum að 2 í einu sem brunnið. Þá var þetta eiginlega bara fyrsti smókurinn sem maður var líklega að taka. Já. Sem að var einhvern veginn, nú getur þú byrjað. Já, það var líka, já. Sálræn tenging við þetta skrýtna hlut sem síkartan er. En er það þannig að því að þú ert búin að segja að þú hafi verið að yrkja og þú náttúrulega þessi rödd í höfðinu og þú ert byrjað að yrkja og finnst eins og í sjálfur veist, jú, það er einhverjir að bíða eftir í svona ljóðaunnendur en þú einhvern veginn kannski skiptir ekki svona máli fyrir 2015?
svona ekki að sama marki, en það alveg tengt eiginlega hvernig þú ert að vinna úr þessu áfalli sem þú verður bara kornapart, sko. Það markar svona tilvistarlega stöðu Lindu í heiminum, þetta áfall. Og hvernig þú metur þig í samfélagi með öðru, hvort þú treystir fólki og hvort eitthvað sé að bíða eftir þér. Eða... Já, það hefur alltaf litað mat mitt á sjálfri mér. Þetta eiginlega... En það sem ég finnst, sko, þú veist, þegar ég horfa aftur, það sem ég finnst, sko, samt vera svolítið magna, að því að, þú veist, mér hefur alltaf skort sjálfstraust, að þanga til kannski núna bara síðustu ár eða áratug, að ég fylgdi samt alltaf þessar rödd. Ég gerði það, þú veist, sem að ég fylgdi röddinni sem að einhvern veginn var innra með mér sem að fannst ég hafa eitthvað að segja. Hinn í röddinni. Já. Og mér tókst, þú veist, ég var vissulega, skilur, ég var alltaf að vinna með því að skrifa. Ég var alltaf að vinna sem sjúkraliðin á spítulunum. Og það tók mér alveg tíma að kalla mér rithöfund eða skáld, sko. En ég var alveg farin að gera það, þú veist, held ég áður en ég hætti að drekka. En það sem kannski gerðist eftir árið 2000 var það að ég hélt einhvern veginn að myndi hlaupa einhver, sko, rosalegur kraftur í mig að því ég hafi miklu meiri tíma og var miklu skýrar í hugsun og allt þetta. En það gerðist þegar ég hætti að drekka. En það gerðist ekki. En samt fannstu fyrir því að svona stundum upplifum maður þetta svona eins og bara þungin af sjúkdómnum eða ástandinu. Það létt að manni, sko. Og þá svífur fólk oft upp, stundum þetta kallað bleikt ský, að því allt í einu eru bara ekki sömu, þú veist, sami vandinn og þú veist þetta svona hljóð, sko, svona allt í einu, það ekki alveg eftir fyrir það mikið og þá allt í einu opna svona möguleiki á að bara stundum bara endurskapast, endurraða sjálfum sér, verða bara... Ég fann það alveg, þú veist, ég fann alveg fyrir þessum létti og ég man alveg eftir því að, sko, fyrstu árin að vera bara, ég ekki að segja bleiku ský, en mér finnst allt í einu að, þú veist, ég taki eftir gróðrunum og sumrin og kynni betur að meta bara hversdaginn og Himinin hækkar. Himinin hækkaði og bara allt í heyrir maður í fugli syngur í barnasta tré. Já, einmitt og kann að meta, þú veist, tengslum við fjölskylduna sem ég kannski var farin að forðast frekar en hitt, sko. En það að skrifa, það einhvern veginn fór ekki að blómstra eins og ég hafi búist við. Og mér fannst í rauninni, sko, að það væri hálfgerð streð. Að finna röddin aftur, eða nýja rödd, sem hentaði þessari nýju Lindu. Já, sem að var auðvitað verða til líka svona smá saman, sko. Svo skrifa ég þessa sögu, sko, það hvað það að vera alkohólisti í rauninni árið 2003, lígasögu. Og fannst ég þurfa að gera það og ég ennþá rosalega ánægð með að hafa gert það af því ég hefði ekki getað skrifað hana fyrir og ekki seinna. En ég get ekki lesað hana núna þegar mér finnst ég vera svo grimm við sjálf mig, sko. En þú veist, ég var ekkert að halda áfram í þeim gír. Það stóð aldrei til, þú veist. Það var bara eitthvað sem ég fannst ég þurfa að segja. Og síðan kemur út, sko, bók árið 2006 eða 2007 minni mig sem heitir Frostfiðrildi og þá var ég reyndar að reyna að hætta að reykja. Og svo, sko, lendi ég í þessu þunglindi og byrjuð að skrifa frelsi. En þú veist, gat ekki skrifa á þessum tíma, ég gat ekki lesið einu sinni.
Þannig að þú veist að þessi ár fór einhvern veginn í það að bara verða til upp og nýtt og eitt af því sem að varð að gerast var það að finna þessa rödd sem að tilheyrði þessari manneski sem var ekki alveg svo sama og hafi verið. Og það var svolítið einmitt ég fæ mér ennþá nikótín tyggjó þegar ég fer að skrifa. Það er einu skiptin sem ég fæ mér nikótín tyggjó. Það er eitthvað svona, þú veist, eins og það að kveiki síkartum þegar þú ert blaðamaður. Og nú er ég komin á vettvang. Já. En að því að við nefndum áðan snillingana og bóheimana, hugsar ekki þá ef að þið finnst eins og röddið þín, röddin sem að þú notar til að yrkja með þú drakst, hún virkar ekki lengur. Hugsar ekki þá, ég meina, kannski bara lífið þannig að til þess að yrkja vel að þá þarf ég að lifa í þjáningu og þá byrst það bara að fara þangað aftur og sækja röddina sína. Nei. Nú ekki. Ég er ekki hvetjað til þess að gera það, ég er bara að spyrja af hverju ekki. Af hverju kvarlaði ekki að þér? Af því að þetta lítur út eins og þú varst að leita rödd, sko, þú varst í vanda sem skáld. Já, sko. Það skiptir máli að vera skáld. Já, sko, eitt af því sem ég bara glemt að segja það, að mér gekk aldrei vel að skrifa. Það var aldrei þannig, að því ég var með þessa fullkomna áratu og þegar ég var að skrifa þá hafði ég alltaf rosalegar efasemdaraddir og þurfti svolítið mikið að pína mig til að setjast við tölvuna og skrifa. Og svo leið eitthvað tími og ég var ekkert að skrifa og þá byrjaði ég að rífa mig niður og segja, þú veist þú verður aldrei alveg rithöfundur og með þessu móti og eitthvað svona og reif mig svo rosalega mikið niður að ég var komin alveg út í horn og þegar ég var komin þangað þá reis ég loksins upp og sagði nú skal ég sýna þeim að ég get og fyrstu bækurnar mínar eru skrifað svona, sko. Það er bækur sem að koma út 4 bækur fyrir áður en ég hætti að drekka. Það eru skrifað svona, sko. Það eru skrifað í ykkur svona reiði og kraftakasti að ég skulle sko sýna þeim að ég get eitthvað. En það sem að fylgdi því líka að hætta að drekka var það að ég sá að ég hafi gert þetta og ég vildi ekki halda áfram að rífa mig svona niður. Að því ég fann hvað þetta var sárt, þetta var alltaf erfiðar og erfiðar með hverju bók, sko. Niður yfir gekk alltaf lengra og lengra. Þannig að ég neitaði í rauninni sjálfur mér að nota þessa aðferð og vildi í staðin fyrir að nota niður yfir þá vildi ég vera að skrifa út frá einhverju, sko, einhverju góðu. Einhverju sem einhverju tilfinningu þar sem ég væri að þar sem að mér liði vel. Eins og þér leiði vel. Já. Og kannski leiðir vel með eitthvað liti nýtilfinning. Hvernig þér leiði vel. Já. Ég man að þetta við búum í litlum bæ og það var sagt, þú veist, að Linda verið hætt að drekka. Nú, Linda hætt að drekka. Rosa glaður. Svo sá ég þig. Það var svona bjart yfir og ég var svo glaður af því að það var ekki alltaf bjart yfir. Það var svona þessi tótt sem ég var að reyna að búa til áðan, þessi svona dökkt yfir og ský, þungskíð yfir Lindu. Það var svo þungskíða yfir mér að, þú veist, ég lenti oftar en einu sinni í því að það komið til mín eitthvað svona kristi fólk, eitthvað nunnur eða prestar eða eitthvað og spurði hvort þið geta aðstofað mig, þú veist, á flugvöllum út í heimi eða eitthvað svona. Það var bara svogaðist eitthvað svoleiðis fólk að mér sem að vildi einhvern veginn reyna að gera eitthvað fyrir mig. Hér er sál í háska. Já. Þú varst sál í háska eða eitthvað? Ég var það. Í miklum háska, sko, og bara
hefði held ég ekki þórað eitt skref í viðbóta þá hefði farið fram af ykkur brún sem ég hefði ekki getað snúið við. Fannst þér svona að því þú segir brún, fannst þér að sko hyldýpið þennan fyrir neðan væri svona að kalla á þig? Það væri valkostur að bara láta sér falla? Sko mér fannst ég væri ómeðvita á leiðinu ánga eftir á. Og það væri svona aðdráttarafl úr hyldýpinu? Mér fannst sko, þú veist þegar ég skoða síðasta ára sem ég voru að drekka þá finnst mér eins og ég hafa bara verið að bíða eftir að gerast eitthvað hræðilegt. Ég drakk þannig. En svo léttist þetta af, hérna hefurðu, að því að þú ert alkoholisti og þú skrifaði það líka og þú ert skáld, hefurðu skoðað svona listamenn sem eru alkoholistar, svona hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur, hverjum tekst að svona hérna blómstra eftir að þeir hætta og hver breytingin er, að því þetta er eins og þetta er umbreyting, þú þurft að gangi í umbreytingu, að sá sem að listamaður sem að yrkir eða býr til list sína á neyslutímanum, að þær aðferðir duga líklega ekki eftir að þannig að maður séð þetta hjá ég bara því að Einar Már hefur skrifað þetta, sko, ég er alveg viss að það sem hann hefur skrifað eftir hann hætti að drekka, hann hefði aldrei skrifað þetta ef hann hefði gett að drekka, sko. Svona alls konar svona hann er svolítið að endurskrifa sjálfan sig og maður sér svona margt í því sem hann er að gera. Fallegasta sagan listamann sem að hætti að drekka er hérna Jackson Pollock, hef ég sagt þér hana? Nei. Hann sem sagt var hryllilegur alkoholisti og kornungumaður, bara rétt komin yfir 30 og var inn í New York, eiginlega á sama tíma og þú veist að samtökinu voru að verða til inn í New York. Þannig að en hann hérna eins og var gert við marga þá hérna flytur hann út úr bænum til þess að bjarga sér og flytur þar á svona hérna það sem er svona hvað heitir að hlaða hérna eitthvað starf út í sveit og hann byrjar að mála þegar því hann hérna er ekki að drekka og byrjar eiginlega að verða til sem þessi Jackson Pollock sem við þekkjum en hann var alkoholisti þannig að það var hjól á bænum, þannig að hann tekur hjólið og hjólar á barinn og gerir það og það svona dofnar yfir verkunum hans. Það er mjög gaman, ég gerði þetta svona bara á netinu og raðaði saman verkunum hans í sko tímaröð til þess að sjá þetta. Þannig að hann hérna byrjar að drekka aftur og þetta er að fara í sama far og erfiðleikar með hérna konun hans og fleira. Og svo einu sinni er hann að hjóla heim og er náttúrulega drukkinn og hjólar, þannig hann hjólar á tré og axlabrýtur sig og fer til læknis. Og fyrir einhverju guðsmildi þá segir læknirinn við hann hérna, Erðu Jackson, ég held að hérna þessi brotna öxl sé ekki þinn vandi, sko. Þinn vandi er að þú ert að drekka alltaf mikið. Og ég veit ekki hérna hvernig, þú veist, að því alkoholistar eru náttúrulega hryllilegi sjúklingar, sko. Að hvað er þetta að gera, en með dettur í hug hvort þú vil ekki bara koma til mín einu sinni í viku og við getum bara rætt saman og hérna reynda að finna út úr þessu, hvað þú getur gert. Og það verður úr þessu og í staðin fyrir að fara á barinn að þá fyrir Jackson Pollock fyrir hérna til þess að læknis einu sinni í viku. Og það er hérna, maður sér það á verkunum hans að hvernig byrði sjúkdómsins eru teknar af öxlunum og hann bara springur út sem listamaður, alveg bara, og hann framleiði svo mikið og verkin stækka og hérna, ég man ekki hvað það var 40 verk eitt árið og eitthvað svona sem hafði bara verið sko 4 verk eða eitthvað þegar mann var með undir þessari byrði. En svo er læknirinn einhvern staðar að keyra eftir sama vegi og það springur á bílnum og hann missir stjórn á honum og keyrir á tré og deyr. Og þá getur Jackson ekki farið á heimsótt læknin. Þannig að það líða svona hálft ár og það er svona aðeins minnkar framleiðslan hjá honum en svo dettur hann í það. Það dungar hann aftur niður.
Og raunverulega allur tími, sko, Jackson Pollock sem listamanns, þetta bleika ský sem hann var á þegar hann fekk bara frið í smá stund frá þessu sjúkdómi. Og svo næra hann sér aldrei aftur. Og svo bara hægt og bítandi byrja að rinja. Þannig að það ekki stundum gerist það hjá listamanni að því að þetta svo, þú eru upplifað að losna við þetta sem bara venjuleg manneskja, sko. En svo kannski vandinn hvað gerir það við það sem svo listamaður, hvernig maður endurfæði sig inn í sko breyttan tíma, eins og maður þarf svo sem að gera í sambandi við aldurskeið og eitthvað fleira, maður þarf alltaf að endur eitthvað til sig. Þetta svona fallegt að sagan sem ég kann bleikt ský og listamenn, Jackson Pollock. Já, ég held ég hafi ekkert endilega, þú veist, tekið eftir að vera að reyna að skoða það hvernig listamenn breytast við það að hætta að drekka. En ég hins vegar mjög næm á það að sjá alkoholisma í listaverkum. Já, þegar hann þarna. Já. Og hvað hann? Hann svargrár litur? Já. Hann þetta ský sem átalar hann. Guð þoka sem þvælst fyrr. Og svona dauður tótt svo. Já, einmitt. En fyrst þegar þú drakst, að þá var það náttúrulega frábært, býst þið við? Eða hvað? Nei, það var aldrei frábært. Nó. Varstu að drekka til að drepa þessa óværu inn í þér? Já, ég byrjaði í líminu. Í líminu, sniffa lím? Já, og það var svona, ef ég hefði þorað, þá hefði það verið mitt drug of choice. Því að það slökkti alveg á manni. Og það var það sem ég þótti eftirsóknarvert. En gat líka slökkt á þér bara fór gút næstu því? Já, þessna hætti ég. Að því það slökknaði á ykkurum af þessum krökkum sem voru með mér í þessu. Þetta er punkkynsluðin? Þetta er punkkynsluðin? Nei, þetta er ekki punkkynsluðin. Ég er ekki punkkynsluðin. Ég náði í raskata á bankinu þegar ég var svona 20. En í rauninni fannst mér aldrei neitt sérstaklega gaman að drekka, sko. Þetta var einhver svona freka kvöð. Og ég til dæmis skrifaði aldrei drukkin. Ég og fekk engar hugmyndið drukkin. Gerir það einhver, sko? Ég veit ekki, ég átti einhver svona moment þar sem ég var eitthvað að reyna að skrifa en það var algjörlega óskiljanlegt. Jú, þú veist, dagdrykkjumenn hljóta að gera það. En ég var náttúrulega ekki dagdrykkjumannskja, ég hefði aldrei getað það því ég varð að virka. Já, að vinna á sjúkrahúsi. Já. Þó ég væri komin niður í hálfa vinnu til þess að geta drukkið. Herðu, þú lýstir sko upplifuðinni af svona samkeppni við systurðinnar og svona á heimilinu þegar ég spurði þig hvort þú hefur upplifað að vera velkomin og elskuð. Í sjálfum sér gæti það verið með að við lýsingaðinnar að þú hefði samt sem áður verið velkomin og elskuð. Þannig að ég ætla að spyrja þau að þessu aftur. Af því að þú ert eins og ég sett í áfallastreitu. Þar fyrir utan heldur að fannst þér eins og foreldraðinir elskuð þig? Mér finnst eins og ég hafa alltaf verið sérstök, sko. Ég er náttúrulega elst og mamma var bara 19 ára þegar hún átti mig, pabbi hins vegar 10 árum eldri og ég held ég hafi sko, mamma hafi einhvern veginn alltaf haft mestar væntingar til mín. En sko, þú veist, þú átt nú börn. Börn sko eiga ekki sömu foreldrana. Þú veist, systur mínar eiga ekki sömu móður eða sama föður og ég. Kannski frekar sama föður af því að hann var það lítið til staðar.
En sko, mér finnst hún sko hafa verið miklu, þú veist, ég er ekki að segja hún hafa ekki elskað mig, en hún var miklu strangari við mig. Gerði meiri kröfur. Já, hún gerði meiri kröfur til mín. Það er frægt af fyrsta barn. Já. Og þar lendi, þú veist, þegar ég var alst upp þá fannst mér hún alltaf sko, fannst mér að hún elskaði systur mína miklu meira en þú veist. Meira skilyrðust, en þig með skilyrðum. Já, með miklum skilyrðum. En þú stendur þig, Linda, þá elskaði. Og svo fannst mér líka, þú veist, mér var aldrei hrósað fyrir það að standa mig vel, sem ég gerði. Ég stóð mig alltaf vel. En hins vegar var ég alltaf skömmuð þegar ég gerði eitthvað að mér. Eða stóð mig ekki nógu vel. En þið 3 systur, þegar ég man eftir ykkur sem ungu konum, þá virkuði eins og svona hálfgett klan. Já, við höfum alltaf verið það, svolítið klan. Það var svona samheldin hópur. Og öll fjölskyldan. Já, fjölskyldan var alveg samheldin, sko. Mamma og pappi reyndar skild þegar við vorum unglingar. En við í kringum mömmu vorum mikið klan og í kringum pappa svona hins síðara ára eftir hans skildi við seinni konunum sínum. En við einhvern veginn fórum líka sko svolítið sömu leiðir við systur. Við smituðum hvor aðra. Voruð þið bestu vinkonur eða? Já, við vorum það, sko. Ég og Hafdís systir sem næst á eftir mér 1,5 ára yngri. Svo sem hún stalst peilanum af? Já, að við vorum bara alltaf saman, sko. Og mér fannst stundum, þú veist, í barnaskó að hún var alltaf hangandi utan í mér og ég þyrfti alltaf að hafa hann í eftirdrægi. En eftir ég eldist þá sé ég það að ég var bara óframfærin og þorði aldrei að nálgast til dæmis börn af fyrrabræði að því ég var svo hrædd með að höfnuðu mér eins og ég var alltaf hrædd við höfnun alls staðar. Þannig í rauninni að þá sótti ég í það að vera með henni og hennar vinir urðu mínir vinir. Hún var svona frakkari? Hún var miklu frakkari. Líka í skóla, þú veist, hún lék í skólaleikurritinu og svo leis. Stundum það þannig að þeir sem eru góðir að skrifa eru þeir sem einmitt eru óframfærin. Að þú ert eitthvað staðar og þú hefðir átt að segja eitthvað og hitt og þetta. Ég hefði átt að svo ferðu heim og skrifar það. Já, ég var alltaf í því, sko. Hefði átt að. Þannig þetta eiginlega svona bæklun eiginlega. Já. Þetta samskipta bæklun sem veldur því að fólk verður gott að skrifa. Já, gott að segja það. Mér hafa aldrei dottið það í hug. það er oft þannig. Þetta er til dæmi sko, höfunda sem eru líka góðir í sko, svona félagslegum samskiptum og svona. En oftar þannig ef þú ert mjög góður í því þá þarfst ekki að fara heim eitthvað upp í þakkarbyggja að skrifa eitthvað sko, sem þú hefðir oft að segja eða þú náður bara að setja merkinguna þá stundina. Já. Ég hef örugglega verið þannig sko. Ég var bæði, fannst mér í skólastofuna, ég vissi alltaf svörin en ég þorði ekki rétt upp hendi að því kannski væri það ekki rétt. Svo beiti ég mér tunguna eftir að því það var alltaf rétt. Og svo fannst mér líka að ég var ekki gáfuleg í samræðum og það er svona meira og minna. En svo kom ég heim og hugsa að ég hefði átt. Þú ert alltaf með svona margar raddir í hausnum? Ekki lengur. Nei. En hvaða raddir eru þetta? Þetta í mínu tilfelli eru þetta niðurrifsraddir. Akkur, ég meina, hvað er þetta sem er í hausnum á henni? Martin Luther kallaði þetta þinn reiða Guð sem að vissi alltaf að við getum gert betur og verið þrá bara hamast á okkur. Linda mín, þú hefði nú getað gert þetta og hefði getað gert þetta og maður getur verið sturlaður að hafa þessa röddin í hausnum sko. Ég meina, var ekki Martin Luther að tróða þessar röddin í hausin á sínum söfnuði og gekk það síðan ekki áfram Það var svo illa að tala um hann að ég fekk áhuga á honum og mér finnst það að sömuleyti sko, ég er svo fyrst í nútímamaðurinn, mörguleyti sko stórkostlegur haus sko.
þú veist, ég fór í barnaguðþjónustur hjá séra Frank í Neskirkju og mér fannst hann svona vera eins og vondi kallinn sjálfur í svona svartri hempu og svartharður og dökkur yfirlitum og hann var alltaf að tala syndina alveg linnulaust án þess að skilgreina hana þannig að þú veist mann einhvern veginn skildist að hún væri bara alltaf á næsta leiti og maður gripinn hvar sem væri og refsað og þetta fekk maður líka í KFK og einhvern veginn fekk maður þetta líka í uppeldinu og í skólakerfinu þannig að þú veist mér finnst í rauninni ekkert skrítið að þessar raddir hafa verið sífellt suðandi inn í höfðin á manni. Þetta sé eitthvað sem við fáum úr bara menningunni. Já. Að við séum ekki nógu góð, menningin eru það. Já, og það kemur saman við, þú veist, þennan ótta við höfnun sem að ég kem mér upp í áfallastreitunni eftir spítaladvöluna að þú veist, þá eiginlega bara ríkjandi kaos í hausnum á mér. Sem að, og þú veist, og ég þarf alltaf að vera að sanna mig alls þar og samt, þú veist, sem bara mjög lítil, þú veist, 4 ára gömul man ég eftir því að vera sko að ala systur mínar upp og skamma þær að því ég var hrædd að ég var að reyna að koma í veg fyrir sko að þær gerði eitthvað sem að mamma vildi ekki. Og þá bara gerði ég það sama og hún gerði. Hún skammaði okkur til að breyta rétt og þá gerði ég það líka við þær. Þannig að þú veist, ég mjög ung þegar mér finnst að ég eigi að vita allt og geta allt. Og svo einhver staðar innst inni veit ég samt að ég veit ekki allt og get ekki allt og bara lítið stelpa. Þú veist, og þetta stangast á og það bara brotnar eitthvað inn í mér. Þú veist, ég hef bara ekki, ég sá þetta með stráknum og með svona stuðningsstrák þegar hann var lítill og meðan fram unglingsaldur og taka hann alltaf einu sinni mánuði minnstu stundum oftar og byrjum að taka hann það var bara nokkra mánuða og ég man einmitt eftir því þegar hann var 4 ára og þá eignaðist hann 3. systkinið eða þá eignaðist hann annað systkinið sem sagt hann hafði eins og ég að þá átt hann systur sem var 1 ári yngri og svo eignaðist hann þegar hann 4 ára og þá bættist 3. systkinið í hópin og þá fór mamma að segja honum að hann væri kallmaðurinn á heimilinu og hann var orðinn svo stór og hann gæti gert þetta og gæti gert hitt og hann hins vegar vissi að hann gæti það ekki og trúði því ekki og ég fann alveg, ég sá það hvernig það brotnaði eitthvað inn í honum sko. Og hann misti einhvern veginn fótan og hafði bara vola litla trú að hann gæti nokkuð skapaðan hlut. En þetta ekki þá bæði að það eru kröfur sem þú getur ekki staðið undir með litlu barnsöxlum, gerði þetta axla það. En svo það líka að það slökkt á einhverju svæði sem að þú þarft að hafa til þess að vera barn og leikar. Er það þannig? Jú, ég held að það sé bara góð skilgreining. Þannig að allt innu leikurinn tekinn og alvaran fer inn þar sem hún á ekki heima. Sko. Reyndar var ég alltaf í miklum leik. Já, það er ég ætla að fá þig til þess að taka þátt í þessum leik sem ég með hérna. Ég spyr eiginlega alla líka að einu að þegar maður svona cirka 12 ára að þá maður svona komið eitthvað vit og þá veit maður að maður mun verða fullorðinn. Hvað sástu fyrir þér að yrði úr þér, Linda, þegar þú var svona 12 ára? Að því að við vorum að tala áðan að það hefði ekki verið margar svona fyrirmyndir og konur hefðu geta orðið hjúkrunarkonur, fóstrur. En þú eitthvað inn í þér vildi gera eitthvað annað og
kannski meira. Hvað? Já, það er ekki langt síðan ég uppgötaði það. Ég hafði reyndar gert mér svona einhver grein fyrir því en það er ekkert mjög langt síðan það rann skyndilega upp fyrir mér það ljós að ég vildi ekki verða fullorðin. Ég barðist algjörlega gegn því. Á þessum árum, mér fannst það ferlegt að ég fór að vera kynþroska. Mér fannst það bara meira áttamál og tók því mjög illa. Og vildi ekki að það sæist. Og ég man eftir því að það er einhverju svona stelpur í bekknum voru farnar að fá eitthvað svona smá brjóst og eitthvað svo leis. Að þá var ég mjög hissa. Að því ég þá var eins og ég hef ekki búist við því að verða fullorðin. Að ég geti bara staðnað þarna og verið barnað eilífu. Lína Langsokkur. Ha? Lína Langsokkur. Já, Lína Langsokkur og bara þú veist, ég veit ekki alveg áður fyrr þegar ég var að hugsa unglingsárin til dæmis þessi ár frá því ég var 12 ára og þangað til ég til dæmis klára gagnfræðaskóla eins og hét að þá hélt ég að þetta hefði snúist það að forðast að taka ábyrgð á lífi mínu að ég hafi sem sagt einhvern veginn óttast það og ekki vilja það. Ekki staðið undir fullorðinskröfum? Nei, ekki staðið undir fullorðinskröfunum og svo hefur það örugglega þá líka einhvern veginn snúist það að vita ekkert hvert ég vildi fara, í hvað átt ég átt að fara. Mér finnst einhvern veginn ég hef aldrei hugsað mér að ég ætti að verða gift kona og eiga börn. Það einhvern veginn kom aldrei til greina. Og ég einhvern veginn var ekki að máta mig í þessi kvennastörf sem að þá voru í boði og man bara eftir þessu að eina sem ég langaði til að gera var að skrifa. En semst á sama tíma var ég að byrja að drá mig kjarkinn gagnvart því og þannig að ég veit ekki. Þessi leikur þinn er eiginlega alveg gagnslaus gagnvart mér. Mér finnst ég hafa verið bara algjörlega týnd og þessna, þú veist. Það er svar, gagnvart þessum hugmyndu lífsins er að segja nei. Já, ég bara, þú veist, á sama tíma byrja ég í líminu. Þú mælir ekki með. Ha? Þú mælir ekki með. Ég mæli ekki með því, nei, þú veist, það er alveg glatað. Og þá er það svona vandræða úlings tími, varstu svoleiðis? Já, ég var það. Ég vondu félagskap? Ha? Ég vondu félagskap? Já, ég skipti félagskap. Ég sem sagt hafði verið í besta bekk, svo kallum A-bekk í öllum barnaskólanum og þar voru mjög svona duglegi krakkar sem að fengu háar meðalenganir og ég var svona einhvers staðar í meðalagi þar og svo hafði það verið regla að þegar við komum upp í gagnfræðaskóla þá verið eitthvað svona skipti þó að þetta væri sami skóli og var yfirleitt stokkað, bekkinu voru yfirleitt stokkaður upp en það voru ákveðið að við myndum halda okkur að því þetta þótti svo góðu bekkur og ég var ofsalega óana með það einhvern veginn í mér fannst að ég hafði búist við að fá eitthvað svona nýtt elementin í lífið með því að lendi í öðrum bekk en svo bara hélt lífið áfram á sama hátt og ég lagði mig eitthvað markvisst fram að vera villingur þetta ár
og læra ekki heima og hérna gerði í því að standa mig líka illa á prófum að því ég vildi fara niður bekk. Og það gerðist. Varstu sett úr besta bekk yfir í næst besta bekk. Og það voru bara 3 bekkir út á Nesi, sko. En hittir þar fólk sem að þið varst meira spennandi? Nei. það var ekki betra. Það bara leittist hvað þau voru treg, fannst mér. Og hérna og var einhvern veginn alltaf besti í þeim bekk. En á þessum árum, og kannski líka fyrr, en kannski enn frekar seinna, svona unglingsárunum, að þá stokkast oft upp svona félagshóparnir og það verður svona villingar sem eru villingar af ótrúlega ólíkum ástæðum stundum. Sumir eru bara byrjar í neyslu eða eitthvað, aðrir upplifa sig út undan og fá ekki viðurkenningun í stóra hópnum en fá viðurkenningu hjá villingunum. Það verður svona annar, það verður subkultúr. Já, ég ég fór eiginlega strax þannig sumar eftir Dollarbekk að þá eignaðist ég vinkonu sem var tiltölulega nýflutt í bæinn og kynntist nýjum hóp á krökkum í gegnum hana. Ég hafði verið í einhver svona vinsælu stelpu klíku í síðust bekkin í barnaskóla og ég hélt áfram, ég hafði þær einhvern veginn svona líka á hliðalínunni, sko, hélt áfram að vera með þeim í saumaklúbb og eitthvað svona. En kynntist krökkum í Hagarskóla sem voru miklu meiri villingar og voru mitt í lífinu og voru stela og héngu á svona spilakassabúllum, Rósinni niður í Aðalstræti og ég fór að hanga þar og svo vorum við að sniffa lím alls þar sem við gátum verið í friði og svo stálum við úr búðum til að segja pening og þetta voru svona 2 ár sem að ég var í þessu kráti. Og síðan hitti ég mikið af þessu fólki í samtökunum síðar. En hvaða hópur þetta? Það nú alltaf verið að tala um hvað Íslendingar hafi staðið sig vel við að lemja niður úlingadrykkju. Og einhvern tímann fyrir einhverjum árum að þá var ég að skoða þetta, sko. Og þá sést alveg að það sem hefur breyst náttúrulega fyrst kannski hækkun sjálfræðisaldurs upp í 18 ár. Það sem árið fyrir menntaskóla sem oft var svona manndómsvíslu ár fyrir svona fjöldan og þú og fleiri hafa verið byrjaðir í neyslu áður að það þetta fyrst og fremst neysla góðu krakkana hefur minnkað en það alltaf svona 7-8% af krökkum sem eru í mikilli neyslu og við höfum ekki náð einum árangri í því enda höfum við meira þess að lagt af sko út hvað heitir þetta, útidildin og lagt af öll ráð sem við höfðum til að mæta svona krökkum eins og þér. Og ég veltaði með sko, hvað það, hvaða krakkar þetta? Hvað eftir hverju þeir eru að sækjast? Það bara þannig að þú ert einhvern veginn, þegar þú ert að breytast og verða kynþroska og fara yfir í fullorðinsárin og þeir bara líkar ekki veröldin sem þeir eru búið upp á. Þetta sé bara svona, hvað segja, eðlileg uppreisn. Líkar ekki nýja mótið. Púpan segir ég vil ekki vera fiðrildi. Ég held að sko, það sé eiginlega í mínu tilfelli. Já. Að þá það eiginlega málið. Þú veist, ég get ekki svara fyrir aðra en minnst líka sko að ykkur leiti á skiptið máli úr hvað kreðsum krakkar koma. Þú veist, ég ekki að segja, sko mitt heimili var alveg mamma og pappi drukku ekki og þar var alveg hlúðað okkur og allt það sko. En þú veist, ég kemur úr þessum áföllum og og einhvern veginn alltaf að leita að mér og þarna finn ég einhvern hóp sem einhvern veginn staddur á sama stað og ég sem að
gefur einhvern veginn bara skít í allt og er bara til í að hanga og spila kúluspill og fara kannski tónabæ á kvöldin og sniffa lím á daginn til þess að fara í vímu og hlusta á músík og eitthvað svona sko. Og láta sig bara ekkert annað en nokkru varða. En er þetta ekki bara besta mál? Ég meina, eldri kynslóður strákar hengu í snóker og svo gekk fólk út í sjoppu og fólk var alltaf að hanga eitthvað. Ég bara velta fyrir þessi 8% sem að stundum geta verið bara áhugaverðustu samfélögin. Fólk kemur af ýmsum ástæðum að leita að einhverju félagsheild þar sem að ég get funkarað, að ég get ekki funkarað í einu starra. Við skilgreinum alltaf þessi 8% sem svona rosalega vandamál og reynum að lemja það niður og venda 92% fyrir áhrifunum af þessum 8%. Ég maður verið alltaf þessi byrju, er þetta ekki bara eitthvað rugl sko? Ég meina, hvað er að þessum 8%? Er þetta ekki bara fínt? Sko, ég var eiginlega báðum megin við borðið, að þegar ég var líka sko í þessar klík út á Nesi sem hékk í sjoppunum og þeir krakka voru líka að drekka. En þú veist, þau voru bara alls ekki eins kræf í því og ég man til dæmis bara eftir því að við héldum mér sér okkar eigin útihátíð á Hvítarsunnuhelgina held ég þegar ég var 13 ára bara út í Gróttu, tjöldum þar og með leyfi foreldrun og björgunarsveitarinn og allt og vorum bara að drekka sko, samt. 13 ára? Já, og foreldrunni vissi af því. Og á gamlárskvöld til dæmis að þá var ég yfirleitt með þessum krökkum út á Nesi og þá gátum við verið að fara á milli partía og húsa og foreldrarnir í skáli og það var bara allt í lagi þó við varum að drekka. En þessi krakkar, þau einhvern veginn lentu ekki á þessum refilstígum eins og hinn hópurinn sem ég umgekst sem var einhvern veginn kom annars stað frá. Hvaðan? Voru það krakkar sem voru bara með dýpri sár í sálinni? Ég held það og kannski gekk ekki vel í skóla og voru kannski komu frá heimilum sem ekki voru jafnvel stæð. Það voru yfirleitt allir tiltölulega vel stæðir að út á Seltjarnarnesi. Og þau upplifðu sig að þau fyttuðu ekki inn að þeir voru ekki nú vel stæð? Já, einhverju leyti. Og mér fannst einmitt að ég var í þeim hópi að því að þú veist ég bjó ekki út á Nýjanesi í fínu húsunum heldur bjó ég niður frá í Mýrinni og pabbi minn var sjómaður og þegar ég hafði nú bara verið í herbergi með systrum mínum sko báðum þangað til ég var 12 ára og fekk ekki einu svona sérherbergi þó við flyttum í blokkar íbúð þannig að þú veist mér fannst ég ekki að tilheyra þessum hóp út á Nesi sem að hafi sérherbyggi og átti skrippborð og hansællur og fekk einhvers konar fínir í fermingagjafir og átti alltaf nýjustu tískufötin og allt svoleiðis sko. Það getur verið mikið álag að vera fátækara barn í hverfum þar sem er svona einhver velselt. Já, það er mikið álag. 107 sé að breytast þannig að þessi erfitt að vera barn einstæðra móður í 107 í dag. Já, og örglega. Það var kannski ekkert áður, sko. Nei, og örglega en þá verður á Nesinu núna. Systir mín hefur nú verið að kenna þar, sko. Já. Fossvogurinn og fleiri svona hverfi. Það er svona mikið álag. En það er ein klassísk spurning. Krakkarnir sem að þú ert þarna að sniffa límið, þú hittir þau setna í AA-samtökunum. Voru þau þarna vegna þess að þau voru fæddir alkohólistar og þetta var leiðin þeirra eða urðu alkohólistar á því að vera þarna í hópnum? Ég held að sé ekki fæddur alkohólisti alveg sem hvað AA-samtökin segja. Ég segja AA-samtökin? Ég veit það ekki. Það eru margir innan þeirra sem segja þetta. Já, en þú veist, ég held að sé engin fæddur alkohólisti. Sko. Nei, ég held að sko maður þarf að drekka í sig alkohólisman.
Já, ég held það og ég held sko að þú veist, ég fer að drekka og og sniffa lím til þess að þakka neyri röddunum í hausnum á mér. Og ég held að sumur séu, þú veist, bara og ég var líka, þú veist, mjög óframfarin eins og við vorum að tala um áðan, ég sagði ekki hlutina uppátt að því ég var svo hrættum að það myndi hljóma eitthvað kjánalega eða eitthvað álíka. Byrja inn í þér. Já, en svo þorði ég því þegar ég var búin að drekka. Og þannig að, þú veist, ég held að það hafi bara verið svona svipað ástatt með þessum krökkum sem ég var umgangast á þessum tíma og Beglur og herpa í sálinni. Já, meir og minna. Áfengi og dóp virkar sem meðal. Það gerir það. Við rektum líka öll. Já. Mjög Það er svo stuð. Nei, við höfum ekki fann að reykja stuð á þessum árum en við reyktum öll sígarettur. Þú veist, það er náttúrulega svakalegt að krakkar eru byrjaðir að reykja öll 13 ára. Meir sé betri krakkar út á Nesi voru fann að reykja sko. Það er mjög að banna þetta viðtal sko fyrir fólk undir 18 ára. Þú ert ekki góð fyrirmynd, þú veist, að byrja að drekka og reykja 13 ára góður. Nei. Nei, ég er afleitt fyrirmynd. Og svo er ég líka afleitt fyrirmynd á því leitinu til að ég man alltaf eftir því þegar var að tala um það sko að það veri erfitt að senda sko fólk eins og Bubba Mortens eða eitthvað svona hljómsveitagæja í skólana til þess að predika við krökkum og segja að þau hefðu gert allt að versta í heimi og eina sem krakkarnir sjá en svo er hann svo vel heppnaður í vinsælustu hljómsveit landsins. Þannig að þú myndi ekki vilja það gæti ekki hlustað og sagt að leiðin til þess að verða gott skáld er að fara til helvítis. Nei. Nú? Er það ekki þannig að til þess að verða gott skáld að það þarf að fara til helvítis og rætt út? Nei. Þú veist það náttúrulega ekki að því að þú hefur að því ég fór aldrei allir leið. Nei, þú fórst til helvítis svona einhver leiti og ert gott skáld. Þannig að þú veist ekki hvort það sé hægt að sleppa helvítiskaflanum og verða samt gott skáld. Já, þú meinar það. Sko, mér finnst ég ekki að vera yrkja helvítiskaflan. Mér finnst ég að hafa svolítið mikið skrifað hann í lífasögu. Já. Þannig að hvaða sem gerir manneskja alkóhólista og hvernig lífið er sem virkur alkóhólista. Það getur verið að þú fáir sko sýnina á heiminn sem að verður ykkur kveikja vegna þess að þú hefur verið fyrir utan hann og löngunin til þess að skrifa og fá eitthvað vit í heiminn er vegna þess að þú ert utan hans og upplifir þig þannig allan tíð. Þannig að þú værir ekki það skáld sem ert nema að hafa raunverulega upplifað eins og þú sért gestur hér og þessi heimur hafi ekki verið búin til fyrir þig. Ég gæti sem svona lélegur bókmennafræðingur, gæti ég stilt þessu upp svona? Ég held að, þú veist, þetta getur alveg verið rétt í mínu tilfelli. Og getur alveg verið að hitta nákvæmlega naglan á höfuðu og ég man einmitt eftir að einhvern tímann ég held að það hafi nú verið rétt árin ég hætti að drekka að þá var ég svolítið að búa til einhver svona upplæstarkvöld þegar bækurinn mínu kom út og hafa þá bara konu með mér og standa fyrir þessu sjálf meir og minna og var ekkert ég búin að safna saman svona mikið af fínum konum sem að við vorum örgulega 9 eða fleiri sem að vorum að lesa upp í hlaðvarpanum og svo fór ég að hugsa eftir á, þú veist, það er eitthvað að okkur öllum. Þú veist, það voru svo margir alkóhólistar. Einhver voru samkynhneigðar, einhver voru í ofbeldissambandi. Margar fórnarlömb kynferðislegt ofbeldis. Örugglega sko, flestar á einhvern hátt sko. Og við sem sagt ég hugsa þetta og við erum hérna þá hef ég verið sem sagt hvað er ég orðin fertug að
við erum allar að skrifa og vorum allar komna með svona feril í gang og ég hugsa að byrju, erum við skáld að því að við stöndum allar ykkur staðar utan við og þú veist, kannski á það við konur á ykkurum fyrirtímum en ég held að það er ekkert endilega við núna. Fyrirtíma við þá þín kynslóð? Mín kynslóð og þar áður. Já, þú ert kona fyrir tíma. Ég er kona fyrir tíma, já. En það ekki samt þannig að þú lýsir svona þegar hér komum við saman beglaða fólkið og yrkjum, fegurð og sannindi í þennan heim sem að þú hefur ekki aðgengi að nema að vera beglaður og særður. Ég veit að fólk vill ekki þetta sé svona. En þetta hefur náttúrulega verið haldið fram æði oft og lengi. Já, ég bara... Einu sinni þekkti ég mann sem var svolítið svona grimmur og ákafur og keppnis maður, svona kall. Svo lenti hann í slysi og hann eiginlega misti fót, hann var græddur á hann aftur. Og hann var ótrúlega mildur og allt í einu bara umbreyttist hann. Og með milda afstöðu til allra og til sjálfsins í heiminum og það slaknaði svona á honum. Svo greri fóturinn og svo greri líka sálinn á honum og hann var aftur eins og hann var. En í smá tíma, kannski 7 mánuði, það var eins og hann hefði bara fengið bara nýja sýn fyrir eftir áfall. Þetta er kannski lélegt dæmi en þú veist hvað er að menna. Þú veist, ég held að bara áfall breyti fólki almennt og gera það að verkum að ég meina sumir bara býta á jaxlinn og íta því frá sér og fara aldrei í gegnum hlutina. Áfall getur líka gert fólk bara verra. Það getur gert fólk grimmt. Já, einmitt. En svo eru hinir sem að einhvern veginn reyna þá að átta sig á því hvað hafi gerst og þú veist, kannski það að vera einhvers staðar í jaðrinum stuðlar frekar að því að maður fari þá leið að skoða og reyna að skilja og þar leiðandi eigi möguleika á að breytast. Þú sérð líka öðruvísi að því að þú ert svona bönku til hliðar og þá sérðu heiminn frá öðru sjónarhóttni heldur en hinu algóða eða almenna eða Já. Þú þarft að vakna upp á þeim heimi, þú veist, og það er oft sagt líka þannig, þú veist, opnaðu augun. Ég meina, Jesús segir þetta með þess að. Já, ég bara, þú veist, það er breytt sýn sem að gera það að verkum að maður fær vilja til þess að breytast. Já. Að allt í einu sér maður eitthvað í öðru ljósu og eitthvað að, þú veist, meira getur breyst í rauninni. En þú veist, sko, ég í sambandi við lista þá held ég, þú veist, að það sé ekkert endilega, þú veist, eitthvað þjáning sem að maður þarf að ganga í gegnum til þess að hafa eitthvað að segja sem listamaður. Nei. Mér finnst til dæmis bara, þú veist, þetta unga fólk sem er að skrifa ótrúlega fært og þau eru að skrifa alls konar hluti. Heldur að þau hafa ekki gengið í gegnum sama og þú og þín kynslóð? Hvenna? Nei. Þú veist, ég hef ekki rök fyrir því. Nei. En þú veist, þau hafa örugglega gengið í gegnum eitthvað en það var allt öðruvísi. Hún sagði ég tók viðtal við hana Lilju Ingólfsdóttur, dóttir Ingólfs Margeirs, sem hefur nú lengst að búið í Noregi en er með góð tengsl við Ísland og gerði þessa bíómynd Elskuleg. Hún var að tala að þegar að fólk fær rödd sem hefur orðið fyrir svona áföllum og þegar konur fá rödd og þegar við lærum að tala samskipti okkar og lærum að tala kynferðislega misnotkun og átök á milli kynjanna og líka bara stöðu innan fötluðu eða jaðarsettu og öðru slíku sem að við höfum náttúrulega fylgst með okkar tímum þessar raddir
fá svæði sem að var ekki. Ég meina 1970 þá var ekki tekið viðtal við neitt nema bara ráðherra og biskupinn og heldri menn sko. Í maðurinn nefndur. Það var engin nógu verður til þess að segja sögu sína. Og hún lýst þessu þannig að nú þegar við erum komin bara, við erum bara komin inn í sko nýja veröld. Það sem að sko svona lýðræðisvæðing sagnarna orðin þannig. Þótt að við séum náttúrulega með svona tilraunir til þess að búa til eitthvað Make America Great Again og svona einhverja yfirsögur sem að berjast á móti þessu. En þá sagði hún, þetta svo mikil breyting að menningin okkar að sko bara umskapast. Hún verður aldrei söm. Og ég, að því að maður svo ofta tala svona hluti, þannig að kom hún allt í einu með sko jákvæða sýn á þessar breytingar sem eru og að við ættum bara að fagna því að vera okkur svona tímamótum í sögunni. Og mér finnst þetta bara eftirminnilegt. Já, ég held að það sé alveg mjög margt til þessu og núna bara nýlega sá ég að Kristján B. Jónasson var að skrifa það á Facebook. Hann oft með mikla skoðanir. Hann yðin á Facebook. Já. Það mjög skemmtilegur á Facebook. Og skrifa mikið bókmenntir oft. Ekki allra eins og settir. Nei, það heldur enginn. Það út í það ferð. En hann var að segja og hafði tekið eftir því að bækur sem eru að koma út núna, þar mikið og hann tók eftir því í viðtölum við fólk að það að tala mikið meðferðamál. Það að tala út frá meðferðageiranum og tala í meðvirkni og kulnun og alls konar svona sem að hefur einmitt ekkert verið endilega umræðuefnið áður og honum finnst það orðið allt líkjandi og hann var að spá í það hvort að bókmenntirnar og hefðu kannski bara ekkert að segja nema að því leiti að hafa farið í gegnum einhverja meðferðir og sjálfskoðun og tala og tungumálið virkaði ekki nema maður kynni þetta meðferðarmál. Allt í einu upplifir sá sem hefur ekki farið í meðferð sig sem einangraðan sem öfugt. Já. Elisabeth Jökuls, ég talaði hana líka. Og hún lýst þessu svona svipanátt og var einmitt að tala sko AA-samtökin sem voru stofnuð 36 eða 38, ég maður ekki. Að þetta fræ sem að verður til þarna sé ennþá að blómgast út allan heim og hafi raunverulega umbreytt svona hugmyndum okkar bara manngildis hugmyndum. Þetta power í þessu að segja sko ég heiti Smári alkoholisti og gangast við veikleika sínum sem að hefur síðan hægt og brítandi breyst og ég meina haft áhrif á frelsisbaráttu samkynhneigðra og fatlaðra og alls konar fólks. Að þetta sé bara með eitthvað svona sísköpun sem ennþá í gangi og sé að umbreyta heiminum. Þannig að hún og Lilja voru ekkert svo fjarri þessum hugmyndum. Og kannski það sem að Kristján sem næmi maður skynjar að heimurinn sem að hann gekk inn í sem er bókmenntaheimurinn, að hann hefur umbreyst af því að það komið svo mikið af breytingu sem að tengist bara sjálfsmynd og hvernig við horfum á okkur, hvort við skilgreinum okkur út frá veikleika okkar eða styrkleika og hvað raunverulega veikleiki okkar og hvað styrkleiki og þannig þetta sé ótrúlega svona síkvik sjálfsmyndarbreyting sem að kannski virkar á marga sem bara úrkynjun. Já, kannski. Ég meina það náttúrulega alltaf einhverjir sko sem að streitast á móti breytingum og blessunarlega. Og líka sem að sko bölsótast yfir þeim þannig að þeim finnst einhvern veginn að það gangi allt út á þetta og komist ekkert annað að, þetta sé yfirtaka allt. Mér fannst svolítið athyglisvert að horfa á myndina hennar Lilju að því að ég var búin að heyra svo mikið hana.
og svona hæstastig lýsingarorð og hérna fólki fannst þetta bara beinleinis hérna vera eitthvað svona algjörlega nýtt og umbreytandi og hérna það var vissulega þannig að þegar kom að skýlunum í myndinni að þá hérna var ég svolítið hissa fyrst en í rauninni var ég alls ekki sko, fannst mér þetta ekki eins stórkostlegt eða eins merkilegt eins og mér fannst sko yngra fólk vera að tala Nei. Að því mér fannst sko að þú veist, ok, þetta einmitt það sem ég búin að vera og hérna fólki í kringum mig sem ég hef verið að tala við sem hefur verið í sjálfskoðun síðustu 25 árin hefur verið að gera í rauninni hefur verið, þú veist, að hérna að uppgöta að hérna það að líta í eigin barm, þú veist, hérna það ekki bara umhverfið sem að hérna að gera mér lífið leitt heldur hvernig viðbröðu mín við umhverfinu eru og skoða þá hvers vegna ég með þessi viðbröð og hérna og hvernig ætla ég að uppræta þau og hérna verða til upp á nýtt sem Ég get ekki farið áfram í lífinu sem særða barnið og heita réttlæti. Nákvæmlega. Þannig að hérna, þessi mynd kom mér ekki svo mikið óvart sko, en kannski þetta sko í fyrsta skipti sem að þetta nákvæmlega sýnt svona plain í bíómynd. Mér finnst þetta rosa djart hjá henni að þetta eiginlega, hún setur bara aðalpersónu sína í meðferð sko. Já, hún gerir það. Þetta eiginlega sko áhugi hennar á svona meðferð og hvernig við getum brugðist við. Meðan hún skrifa, Kristján B. Jónasson hlýtur að geta tekið þetta sem bara ekta dæmi það sem hann að tala líklega. Að það sé bara komin svona meðferðar hugsun því að eiginlega þráðurinn í myndinni eiginlega svona eins og meðferðarsaga. Já, í rauninni. Dramatíski bógin bara venjuleg meðferðarsaga. En mér fannst hún svona merkileg. Já, mér fannst mjög merkilegt að henni skildi takast að koma þessu sem sagt til skila í kvikmynd á þú veist þessum tíma sem að hérna gefin fyrir kvikmyndir í fullri lengd og einmitt þessi leið sem hún fer að að leyfa sér það að hafa bara þú veist sálfræðingi meiri mynd og viðsnúningin svona brattan í rauninni sko. Það eins og það er gert í sósíalrealismanum sko, sem að fólk leyfði sér vegna þess að það var að skrifa söguna með einhverju markmiði að gera alþýðu fólkið aðalpersonum og sína stöðu þeirra, að þá leyfði fólk sér bara að koma þeim skilaboðum til skila í gegnum söguna og það fannst mér hún vera að gera og fannst svona, góðan daginn, má þetta? Já. Og ég held samt sko að auðvitað vinnu það með myndinni en það sem ég fannst samt aðalega sko Þú ert að tala viðbragða söguna þegar kom hún á óvart Hún kom mér ekki óvart Hvað mörgum fannst þetta að vera mikil nýjung? Já, ég held að það hafi sem sagt skapað vinsældarinnar og umtalið hafi verið það, þú veist, að fólk hafi bara orðið svolítið svona sjokkar að bara, þú veist, á þessum viðsnúningi og bara á því að hún skildi allt í einu uppgöta að hvað hún átti stóran hlut í því hvernig komið var fyrir henni og þeim. Hlut af því og fram eftir mynd, eða sérst, kannski eftir þessu þegar kaflaskipti verða og áður en að hún svona bindur slauf á söguna. Að þá held ég að margir í salnum hafi verið að hugsa sko býtu er verið að snúa á haus svona hugmyndunum fórnarlambið. Hann er kona sem að er í stöðu eftir þess að sögum oft áður. Það sem að hún er listuð sem svona fórnarlamb feðraveldisins og samfélagsins og fleira. Og svo er allt í einu bara að fara að skoða hvert er hennar tillegg inn í það. Maður getur túlkað þannig að vegna þess að hún er lamin svona niður, eins og Linda, að þá kemur hún inn í samfélagið og býður upp á þessa Og lausn hennar er þá að umbreytast þess að losna við þessu, en samfélagið mun ekki breytast við það.
samfélagið ennþá að reyna að tróða öllum konum inn í þetta hlutverk. Já, Já. nákvæmlega. Og hún ekki gerandi í sjálfu sér að hafa komið svona út úr æskunni. Nei. Þannig ég held að... Og svo það, þú veist, þó að maður sjáu þetta, þú veist, og skynji þetta og skilji hvað maður að koma, þá líka, sko, heldur feðraveldi áfram að vera til og það kerfi ríkjandi, þannig að, þú veist, maður þarf að finna sér leið til þess að halda áfram að virka með sína nýju sín og vera sannur gagnvart sjálfu sér, þrátt fyrir... Og hafa áhrif á samfélagið, svo það hægt að vera þetta helvítis feðraveldi. Já. Og þá komum við kannski að því að þegar þú ert pólitískt skáld, þannig að þú ert, endurmeta stöðu þína og svona í samfélaginu. En þú ert líka að reyna að hafa áhrif á samfélaginu. Já. Sem að datt svolítið úr tísku. Það datt ansi mikið úr tísku. Eftir sósíalrealisman. Þá þótti einhvern veginn, það var algjört bannyrði og realismi í raunni. Og þótti púkalegt. Mjög púkalegt. Og bara léleg list. Og léleg list. Mótinistan sem voru að glíma við innra sjálfið, að þeir voru alveg listamenn, en þeir sem voru að glíma svolítið við samfélagið, að þeir voru bara svolítið að miskila listina, sko. Þeir ættu bara að fara í félagsfræði eða í pólitík bara. Já. Þetta svona, það var næstu, sko, að það vera að pólitískur rithöfundur og pólitísk skáld var næstu, sko, jafn slæmt eins og að vera, sko, að vera að skrifa á vera skáld á sovjettímunum. Að maður væri einhvern veginn bara... Handbendi erlendra afla. Já, handbendi einhverja pólitískra afla. Þó að þá er kannski ekki ríkjandi öfl, þá samsagt var maður samt handbendi. Og það sem svolítið einmitt fyndið að því að allt þetta kapitalíska listafólk núna, það er ekki handbendin eins. Það var enda komið í ljós að, sko, bandaríska leyniþjónustan studdi, sko, mótinískar listarhefingar út allan heim. Með ýmsum hætti. Meðal annars að því ég nefndi Pollock, að svo kynslóð bandarískra málara sem eru svona stórstjörnur, velluði menn, að þetta er kenningar það að leyniþjónustan hafi ýtt undir þetta, meðal annars til þess að lokka rússneska listamenn yfir. Þar sem að þeir voru bara, þeir voru bara kennaralaunum, sko, við að búa til sína list. En þetta Haukur Ingvarsson og fleiri hafa skrifað þetta í bókinni Fólknir. Og það sem að var raunverulega mótinismin var hinn vestræna list sem var stilt upp á móti sósíalrealismanum, sem er ekki allur eins og grínmyndin af honum, heldur var þetta að mörguleiti bara að svissa, að gera alþjóðu fólk að miðju sagnanna og sjónarhornið væri þaðan. Þannig þetta er náttúrulega mikil svona menningabilding sem er í sósíalrealismanum. En þá hafi verið stilt upp svona hinnu ríka innra lífi hins mótuníska listamanns sem væri hinn raunverulega list sem að væri þar leiðandi ófélagsleg og enganleg. En það er eiginlega samt, þú veist, í sósíalrealismanum sem konur fer að bera á konum sem rithöfundum. Og á þeim tíma er ég náttúrulega, þú veist, einmitt að byrja sjálf. Þannig að þú veist að það er það sem að höfða til mín á þessum tíma. Það eru þessar konur sem eru að skrifa á Norðurlöndunum sem eru allar undir áhrifin frá sósíalrealisma. Var nú kallað kellingabækur. Já. Maður reyndi að ýta því í burtu. Já. Sem ómerkilegum. Já. En ég fer ekkert beint í það, sko, og ég þurfti að öðlast svolítið mikið sjálfstraust áður en ég fór að leiða mér að láta einhvern veginn mína pólitísku rödd heyrast. Og mér finnst það í rauninni ekki koma, þú veist, auðvitað skín það í gegn kannski í ljóðum hér og þar, sko. En mér finnst það ekki, þú veist, koma í gegn sem eitthvað svona afgerandi rödd fyrir ný frelsi sem kemur út
2015 en ég náttúrulega að byrja að skrifa bara fyrir hrun í rauninni og í rauninni var það sko góðæri sem að kveikti þá hugmynd að mér fannst einhvern veginn ofgnóttin og sérstaklega svona gengisfelling orða sem að eins og frelsis vera eitthvað til þess að hugsa Getur listin breytt heiminum? Ekki bætt heiminum, heldur breytt honum. Listin umbreytingarafl? Ég held að hún sé eina umbreytingaraflið. Já, hún fyrir einkanlega fyrir einstaklingin, en í samfélaginu sjálfu. Ég held að hún sé eina umbreytingaraflið. Ég er ekki að tala einkanlega fyrir einstaklingin, hún það náttúrulega, þú veist, hún það fyrir mig og margt fólk í kringum mig að því að þú veist, ég einhvern veginn mínir vinir einhvern veginn, ég safna með fólki sem að svona sama sinnis. En sko ég held að hugmyndina komi fyrst fram í list og svo síist þær út í samfélagið sem umbreytingarafl. Þau setjum við rautt borð og sósíalismin, þegar við talum sósíalrealismanna, þá náttúrulega þegar það var bara sósíalismin var byltingarafl í Evrópu, að þá voru listin mjög samtengd í. Svo oft þá ná menn völdum og byrjaðu að kæfa listina, fyrst berja hana frá sér. En á svona einhverjum tímabilum að þá í baráttunni, þá bæði efnaðslega réttlætisbarátta, en það líka barátta fyrir svona eins og endursköpun sjálfsmyndar og stöðu okkar í samfélaginu sem að einhver leyti fer fram í gegnum listina. Það sem við erum að ráða við svona óráðna hluti áður en að þeir náði að vera almennilega orðaðir, að þá þarf listin að vera með í svona hreyfingu. Já, sko, við vorum á að tala um meðferðarmálið og sjálfskoðun og allt það sem að sko orðið í listinni verið að skrifa og kemur fram í viðtölum við listamenn og þeir eru að lýsa því hvernig þeir sjá heiminn og hvað þeir hafa gengið í gegnum og lýsa því einhvern veginn með meðferðarmáli. Og þetta, sko, þú veist, þetta hefur örugglega verið til inn í alls konar grúppum. Þú veist, inn á AA-fundum, inn á 12-sporafundum, inn í, þú veist, geðbatterínu og á miklu fleiri stöðum inn í hjá sálfræðingum en þegar listamenn taka hlutin upp á sína arma og fara að gera það sínu og þá einhvern veginn kemst það út í megin straumin. Og þegar það orðið svona eitthvað sem talað eins og bara, eins og daginn og veginn, þegar eins og Kristján segir að þetta sé bara orðin hluti af tungumáli bókmenntana, að þá síast það líka út í þá sem eru ekki endilega í sjálfskoðun og út í þá sem eru að mynda ríkisstjórn og stjórna landinu og og við þurfum á slíkri og stjórnkerfið og við þurfum á slíku að halda ef þú talar að við værum samfélag okkar var svona hálfsturlað af efnishyggju og einstaklingshyggju og kapitalisma. Þannig við þurfum einhverja svona endurnæringu í kultúrinu. Já, og svo maður skilur og síðan hlutir eins og samfélagsmiðlanir sem að sér þessi öfgafullu viðbröð þar sem að fólk leyfi sér að vera ofsalega stórirt og vera einhvern veginn alltaf að kenna öllum eitthvað að það annars vegar og hins vegar það fólk sem að vill líta í eigin barm
og skilja hvaðan við komum og hvers vegna við erum svona stórirt og leyfum okkur að sjá einhvern veginn alltaf flísuna í augum náungans. Þannig að við ættum í staðin fyrir langa Facebook status að kalla kannski á fáort skáld. Ég held að það getur nú alltaf verið gott múf. Það er svona Laugardalshöllin og eitthvað vandræði kemur upp og kemur í kallkerfinu, er skáld í húsinu, Einmitt. Ég held að við lifum þannig tíma, sko. Ég held það líka og eitt af því góða sem hefur komið með samfélagsmiðlunum að vísu hafa allir miklu meira að segja og segja miklu oftar og eru sumir alltaf með kjaftin opinn. Eins og í sjálf útgefnum ljóðabókunum. Já, einmitt. En þá er það líka á hinum endunum með fólk sem að hefur alltaf minna og minna þol fyrir löngum textum. Þannig að ljóðið hefur líka grætt á samfélagsmiðlunum. Það er fágæti að fá orða. Já. Í ofgnótt löngu statusa. Nákvæmlega. Linda, takk fyrir að koma hingað að Laugardalsmóti. Já, takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Og þakka ykkur hlustendur fyrir að staldra við og ég bendi ykkur á að framöndan er helgardagskrá. Það verður úrval vikunar seinna í dag og svo á morgun í hádeginu klukkan 12:40 verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskrá samstöðurinnar en óska ykkur annars bara góðra helgar. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni.